Er búið að kveikja á bara... Við erum bara on rack. Ok, geðvægt. Já. Herðu, situationi, já, ég er að sína þér að grillið sem ég fekk, ég talaði held ég það mér þess að í síðasta þætti. Já. Og mér langar svo, ég er að segja, svo glaður ég hef ekki mikið pening, sko, því ég myndi örugglega bara láta rífa úr mér. Og það er bara alvöru, allt. Já, bara alls konar gull, eitthvað, þú veist, bara einstara gull í beinin og gull í tennar, mér langar svo mikið gulltönn. Og ég er svona... Alvöru gulltönn. En pældi hvað ég er smá aumingi, en ég er bara mjög mikill aumingi, að þetta er svona eins og, ég fæ mér fyrst svona grills sem er reynda drullunett, en ég fæ mér þau að ég meik ekki, þetta er eins og að fá sér tyggjótattú fyrst. Já. Þetta er eins og að fá sér tyggjótattú að prófa og síðan vaði í flúrið. Það er samt svolítið hella samt að fara með beint í bara gullkjaft og prófa ekkert og bara svona út með stellin inn með nýtt. Já, en núna er þetta einhvern veginn sko bara ég ætla ekki að prófa þetta. Gerum þetta bara. Herri, ég verði eiginlega, fyrst að við erum bara að byrja að taka upp, þá verði ég verð aðeins að segja fólki hvað er í gangi. Já. Bara mæta. Nei, við tölum bara svona, veit enginn hverjir eru. Já, bara mæta. Gefa það aldrei út. Þetta er sem sagt podcastalinn special eða banna dæma special. Ok. Er það ekki? Jú. Þú veist, þú bara ræður. Já. Ég mæla þetta með að fólk hlusti á þetta podcastala megin. Já. Og ef þið eru að hlusta á þetta banna dæmi megin, þá mæli ég með að þið farið yfir. Já, gefið báðu klikk. Nei, bara mér. En herri, við sitjum hérna í stúdíónu, ég heiti Gauti Másson. Heiti Austfjörð Óladóttir. Hóndum við Tóðan Aldsson. Ólaður Sveinsson. Dóri K. Halldór Kristinn Harðarsson. Þið eru með podcast, ég og Dóri erum vinir, Ólafur bróðir minn situr hérna. Við erum næstu því sískinni. Já. Þetta er mjög tengt. Ég og Ólafur líka vinir. Jú. Já, en býtu, til að flækja þetta ekki fyrir þeim fyrir að hlusta. Ég og Gauti erum vinir og ég heiti sem mjög góð vinir. Höfum þetta bara svona. Ég er á Akureyri. Já. Og við erum að blanda saman tveimum podcastum og Arnar er ekki hérna og Ólafur er í staðinn. Já, ég er nýjar. Þetta var svo flókið aftur, sko. Þriðji Arnarinn. Já, bara nema þú veist, Ólafur með Já, því nú var ég bara býtið, er þetta Arnar? Já. Nei, máli, við erum sko, hefur þú séð að hann sést ekki, sko, Arnar hjá okkur. Og við meira þess að, hann vill ekki, ég er að segja, mér finnst mjög leiðilegt að segja, en ég held sko að svona eitt af síðasta sem hann myndi gera, væri að fara til Akureyrar, sko. Já, við tölum það í Akureyrar þættinum. Já, veistu, ég hata þessar skoðanir hans, skilur? Vill hann bara vera í 101 eða eitthvað svona? Nei, hann hatar 101. Hann býr reyndar í 101, en hann hatar 101. Hann, sko, öll hans lógík varðandi af hverju hann hatar 101, það ætti að vera samansammerki að hann myndi vilja búa á Akureyri, af því að hann sem sagt vill ekki vera niður í miðbæ, og hann segir að það sé svo þröngar götur. Já. Og ég man þegar ég bjó á Laugaveginum og ég var eitthvað, herðu, ertu ekki til í að ertu ekki til að koma að peka mig upp? Og hann sagði bara, ég er ekkert að fara á Skólavörðstíðin. Og ég bara, akkur fyrir ekki Skólavörðstíðin? Hann sagði bara, það er ekkert pláss fyrir bíla á Skólavörðstíðin. Og ég sagði, hvað meinar þú? Það bara, þetta er ekki eins og einstefna. Hann sagði bara, ég er ekkert að fara að taka áhættuna og bara að keyra auðvitað hluti. Ég verði eiginlega að hitta Arnar með ekkert andlit. Þú hefur aldrei hitt hann? Nei, ég hef aldrei hitt hann, en ég veit samt hver það er. Já, þetta er, já, hann er legend, sko, og ég teka fram hérna þó að ég hati skoðanir hans varandi að vilja ekki fara í miðbæinn og hann hati Akureyri, þá var hann besti guður í heimi, sko. Já, mér finnst hann mjög fyndinn og ég dýrka samt, sko, inputin hans og skoðanir hans, en það eru samt oft mjög stjúpid, það er málið, en það er þess að gera þetta fyndið. Já, þetta er fyndið, maður. En ok, sen erum við, Ólafur, við vorum að kynna henni, ég ætla samt að kynna það aftur. Ég hefði kannski átt að kynna minn sem Arnar og því ekki bara vera hann. Það er of seint, það er of seint núna. Já,
Ok, við erum að byrja þáttinn. Hann að byrja núna. Ok. Og við opnum á þessu lagi. Ok. Upp á slaginu mín í dag. Ok. Hei, lækkaði. Akkur þáttur hann ekkert að byrja núna? Nei, ég veit hann ekki að byrja núna, en við erum að starta hann núna. Ykkar þáttur kannski að byrja svona. Nei. Minn þáttur löngu að byrja. Já, býtu. Þetta bara að vera svona? Já, það var keppni. Svo slökkum við núna, það eitthvað AP að koma inn. Já, við erum hérna í Bannað að dæma sem podcastalinn. Við erum hérna í podcaststúdíu Akureyrar og það Akureyringun sjálfur MC Gauti. Hvað heldur þú að þetta fara að taka mér fokki vitt? Þetta velkomin Gauti, nú í bústað á Akureyri. Herri, ég í bústað og veistu hvað ég Stóra bústaðnum. Já, ég í stóra bústaðnum, en það heitir sko Fnjóskadalur. Já. En Fnjóská rennur Fnjóskadal og margir halda hann heiti Fnjóskárdalur en hann heitir það ekki. Og það kostar motherfucking 1900 kall í þessu gauk. Ekki fórstu hinna leiðina? Nei, ég ekki búinn að fara Víkurskarðið ennþá, sko. Sérðu hvað, ég hann kunnur stað. Ég gerði það sinni að því ég var blöng. Það? Já. En veistu, sorry, ég verð, og ég veit að þú getur keypt eitthvað 10 ferrir. Þetta dýrt, sko. Þú getur keypt 100 ferrir og þá farið þetta á 1200 kall eitthvað. Og og gæði næst bí að vinna. Það hringdi að ég var að kaupa ykkur 10 ferrir í einu. Ég held að það var ringjur í að kjáft. Come on, herri. Og nú verður við að ræða þetta. Hvalfjarðargöngin með fullri virðingu eru nettari göng. Af hverju? Að þið eru lengri og þau eru bara hættulegar að gera þau. Já, það meir líkur að geta drifist þar. Hefur farið hérna göngin til Ólafsfjarðar? Einbreiðu? Ég hef farið. Þau eru scary. Er það strákagöng? Nei. Það eru göngir sem eru sko hafa hægt að sprengja þau upp daginn. Já, það er sett heima tilbúin að sprengju inn í það. Múlagöng. Stæðista sprengja sem hefur fundið á Íslandi. Bara eitthvað svona bullshit. Múlagöng. Já, múlin. Múla, já, herri, múla. Ég hugsa, þegar ég keira hana, því ég ofskert hana. Það er hleypa fram hjá. Múla, kostaði múla að gera múla. En það sem ég ætlaði að segja, svo að ég ætla ekki að sleppa ykkur með vaðalhæðagöngin. Það kostaði bara 1000 kall það kostaði bara 1000 kall í Hvalfjarðargöngin. Bæði frítt í dag. Já. 20 árum seinna. Já, reyndar allt að segja. Og ég segja eitt leiðilegt. Maður borgar hana 1900 kall eitthvað fyrir að fara í vaðalhæðagöngin og það engin manneskja í svona litlu húsi þegar maður kemur í gegnum göngin. Til að segja brandara við. Já, ég hugsa það. Einum öllu. Og ímynda, veistu hvað? Þeir voru ekkert búin að borga göngin, þeir voru bara komið leið og svo fokkin brandara. Það samt næg ástæða til að slökka á þessu batteri, sko. Bara, heyrðu, við nennum ekki að taka þessu lengur. En þarna... Ímynda hvað þetta var orðið við bara að vinna hana. Þú vannst í, veistu hvað? Bara klósett hana. Skilja, fóruðu bara eitthvað í fjöruna. Fóruðu í fjöruna? Nei, það er bara skilda á starfsmálskóla. Er ekki ólulegt að hafa ekki klósett í vinnuhúsnæði? Jú, örugglega, en þau voru náttúrulega bara svona góðan daginn og svo snýrðu þessi bara við og rukkuðu og svo, þú veist, það var eins og væri ekkert pláss þarna. Nei. Ætlaði ekki verið bara einhverja... Nei, ekki þarna inni, en það er svona hús, skiljuru, það er hús þarna eins lengra burt. Hér frá, ertu með Akranes? Nei. Nei, bara þegar þú ert að keyra á þessum skála, að þú veist, það er annar einhver svona skáli stærri sem maður eiginlega tekur kannski aldrei eftir, eða ekki? Já, ég hef ekki spóið. Eitt meira með vaðalhæðagöng. Ég íti ekki einu svona á innloftakkan þegar ég fyrir ekki vaðalhæðagöng. Þetta er bara svo stutt. Vá. Er þetta ekki bara rétt svo stuttur? Þetta voru málega, ég þurfti... Hann þarf alltaf að losa Akureyrar Nei, veistu hvað, þetta er að því að Arnar er ekki hérna og ég þurfti að taka þetta á mig en ég dýrka þessi göng, skilur og ég ít á takkan og mér er gaman að borga 900 kallina. Krúttlegt. En finnst þér ekki cool að það sé bara svona rukkað þegar þú ert að keyra í gegn? Jú, veistu hvað? Nei, og ég skal segja þér eitt að þú keyrir í gegn og ert að því einu sinni hélt ég að vera frýtt í þessu göng þá myndi alltaf Dóri sagði mér að kosta ekki og ég náttúrulega einn af þessum gaurum sem að ég bara tikki allt í heimbakkunum það kemur bara eitthvað
Hvernig sagði ég að það væri frítt? Nei, þú sagði að það kostaði. Já, ok. Það var þegar ég var í bústæðinu síðast og við vorum að Nei, hvað vorum við að gera? Keyrir maður í gegnum göngin til að gera hvað annað? Bara Húsavík, Mývatn, allt. Já, við vorum Mývatni. Já. Þegar ég var að spila í... Já, ég man því. Og við vorum að fara tilbaka, þá sagði mér frá því. Því ég var einhvern tíma lent í að fá bara rukkunni í heimbankan og vera bara... En ég ringi og ég segi, heyrðu, að því ég fyrir þetta að vera að fá svona passa, 10 skipti passa. Og ég hefði, heyrðu, ekki ódýrar að taka 10 skipti. Kostar ekki 1900 kall. Hún sagði, það kostar bara 1500 kall. Ég sagði, nú, ég er að fá 1900 kall rukkun alltaf heimbankan. Það var svona, það er, ef þú keyrir gegn án þess að láta vita, þá þurfum við að rukka þig fyrir að rukka þig. Já, þú ert að skráði alltaf á netinu. Þú ert að skrá bílinn. Já. Og sérst að fara í gegn. Þetta, veistu hvað ég kalla þetta? Túristakildur. Ekkert nema, sko. Og það er alltaf læg. I am okay with it. Já, því að við förum út, það er svo mikið reglur sem að við föttum ekki sem er bara, þetta átt að kosta 1500, það kostaði bara svona 9.000 út af það ert ekki lokal. Mér er drullu sama þá einhver 32 ára gamall kani í einhverju ógísleiri úlpu þurfa að borga auka 400 kall. Vist það fyndi? Bara fínt. Og þeir keyra bara henni í gegn, skilur? Og síðan borgaði bara bílinn einhvern tímann. En veistu hvað Akureyri að gera inn í göngunum líka? Þeir hafi frost úti hérna á Akureyri. Þá fara hann að búa þar. Hlýja sér. Já, það er ekki rafmagn. Nei, því að bílarnir, þeir frjós alltaf undir hjá dekkjunum. Það kemur svona risa klaki og byrjar svona rekast í það. Fara allir Akureyri inn í göngin, þau eru svo heit og bræða niður. Borga 15. Þú ert að ljúga. Nei, ég er ekki ljúga. Býtu, segð mér. Þú ert að ljúga. Nei, hvað er ég einnum með það? Nei. Býtu, hvað er það að segja? Sko. Bakka. Ok. Og segð mér hvað er að gerast. Frjósa dekkir á bílunum þínum. Nei, ok. Nei, komið svona klaki myndur sem að dekkir rekast svo í. Já, þarna sem maður svona sparkar í og dættur. Og þarna núna, það er kannski búið að vera það mikið frost á Akureyri að það er ekki hægt að sparka þetta burt nema tápir út af þig. Og annarkvort þarftu að eiga bílskúr. En ertu að segja mér eða vaðlaðhauðgöng. Þú ert að eiga annarkvort, hvað segir þú? Stáltær. Eða stáltær, já. Áttu stáltár? Já. Ég skal borga þér fyrir að sparka í það. En eru það að segja mér það að það sé það mikill hiti í þessum göngum, ertu að segja mér að ef við myndum stoppa í göngunum og það sem þú ert að segja er að ef við myndum stoppa í göngunum og brjóta egg að það myndi að spælast. Það myndi spælast örgulega með tímanum. Nei, ok. Það myndi bubla. Settu lamp í svona eldfast mótfama. Dóri, nei, það er ekki hægt. En það kemur óvart hversu ógeðslega heitt er að neini þegar þú ferð út úr bílunum þínum eftir. Dóri, þú getur ekki held að lamp í Ég átta mig á því. Þú getur súvít að lamp í svona póka. Sko Guðvisóði það. Þegar ég var í nú hendi maður í þegar ég var í Las Vegas þegar ég var í Blackout í Las Vegas þá vaknaði ég morguninn og labbaði út og ég brendi mig það var ekki komin sól ég brendi mig á malbygginu, það var svo heitt sem daginn áður. Þetta segir mér að það sé þannig heitt. Nei, ekki segja mér en þú ert alltaf átt á því, þú ert ekki að keyra í gegnum göngin og það er bara, það fer af, þú ert að bíða alltaf með bíliðin inn í göngunum. Er það meira af þess að þú keyrir inn í og stoppar? Bara eins og inn í bílskúr. En ætti ég þá ekki basically að vera rekast á fólk að gera þetta núna? Nei, það er ekki þannig kalt. Nei, það er ekki þannig kalt. Nei, það var ógeðslega gott veður í dag. Já, alveg bara ekkert smá. Þetta er svona algjört, af því að ég er svo oft hérna fyrir norðan að ég veit, það er skemmtilegra veður. Þetta er fakt. Já. Og ég er ekki í neinu kaltaðan eða neitt. Mér finnst oftast skemmtilegra veður svona yfir langan tíma. Það er ekki sama slittan, skilurðu? Nei. En það var þetta mjög mikið snjókoma þegar kom. Mjög gott að heyra þetta. Gott í hjarta. Veðri í Reykjavík er svo leiðilegt eitthvað. Já, ég segi alltaf Reykjavík veður, það er bara grátt og rigning. Já, algjörlega. Þetta er Kvíðavík. Það er miklu meira svona... Kvíðavík? Hvað það eru Kvíðavík? Er það eitthvað Kvíðavík?
á ég segja þér Komdu með það Ég veit alveg hvað er að fara að koma núna. Nei, við vorum, sko, við vorum búin að, fórum við yfir þetta í síðasta þetta þegar ég kom inn að. Nei, ok, og ekki þú grípa frá mig fyrir. Nei, ok. Þú mátt segja, halda okkur sem þegir. þú mátt tala eftir á. Ok. Dóri, sem sagt, var einhvern tímann hálfgrátandi. Þú mátt ekki segja neitt fyrir við búin. Dóri, við sátum einu sinni þegar ég var að fara á skutlanum upp á flugvöldu í Reykjavík og og Dóri, hann var búinn að setja sætið til svona aftarlega í bílnum, hann var í farþegarsætinu og ég var að keyra með flugvöll og ég hélt svona utan og hann var hálfgrátandi. Og Dóri segir við mig og ég segi, hvað er að? Hann segi, ég vil ekki tala og ég segi, Dóri, hvað er að? Ég myndi aldrei segja Jú, býttu, þú mátt ekki segja neitt. Það nákvæmlega. Mátt ekki segja neitt, ekki fyrir hann eftir á og hann er á leiðinu flug og hann er niðurlótur og hann segir, ég vil ekki tala og ég segi, þú verður, come on, talaðu með mig og góðu vinnu hérna, ég er ekki fara að segja neinum sen er ég að segja núna og Dóri segir, það gerist bara allt svo hratt í Reykjavík Ok, má Dóri Nei, ég er ekki búinn hann segir, það gerist allt svo hratt í Reykjavík en það er allavega sannur partur í söguna, þú sagðir, það gerist alltaf rætt í Reykjavík og við vorum búin að kryfja þetta í einhverjum podcast af þetta, það var basically þannig að þegar að Dóri kemur til Reykjavíkur og heldur að sé allt rætt að gerast þá var hann búin að setja mjög þröngt tímaplan á að þú veist, hitta frængu sína, fara að gera þetta borða á KC og eitthvað svona dæmi, skilur við og hann gerir þetta alltaf stundum tíma og þess vegna var hann svo leiður maður er svo lengi á milli staða og þá hefur maður ekki afnum tíma Viltu bæta einhverju við það? Nei, þessi liða saman og bara fljóta, sko. Ég sagði því, það gerist allt svo hratt. Já, þú fattaðir hins vegar af hverju það gerist allt svo hratt út af því það var þessi tímarammi mitt, þetta plan. Að ég væri að gera allt á einni helgi. Já. Það var ástæðan fyrir að mér fannst svo lítill tími fyrir allt í Reykjavík. En ég samt alveg sammálað. Hér, það meira chill. Já, miklu. Ég verð stressuð í Reykjavík, sko. Þú verður stressuð? Ertu héðan? Já, ég er frá Húsavík með þess að, en ég er búin að búa lengur hérna núna. Finnst þér þetta að vera Kvíðavík? Nei, alls ekki. Kvíðureyri. Akureyri, er það Akureyri? Já, Kvíðureyri. Kvíðeyri. En mér finnst bara, ég reynda bara tiltölulega nýbúin að læra að keyra í Reykjavík. Það er aldrei. Mér finnst það bara óþægilegt. Er það ekki bara eins? Nei, það er svo marga gutt. Já, ég get alveg keyrt, sko. Og það er alltaf svo pirraðir, ef maður stoppar að rauða ljósi þá flutta það, sko. Það skiptir mig máli, ég bara rata ekkert. Ég elska að segja líka söguna þegar hann var týndur á Hverfisgötunni. Hann stóð á Hverfisgötunni hjá 101 hótel. Já. Og hann ringir í mig bara, hvar er prikið? Og ég var alveg, prófa að snúa við. Ég ætla að segja, ég var að keyra í dag hérna fyrir norðan og ég var pínu stressaður af því að ég var svo hræddur að einhver myndi segja helvítir sunnlendingur. Já, við gerum það. Ég veit, já, af því ég var að gera eitthvað vittlust. Utabæjapakk. Já. En þú veist, veistu hvað við tala um? Það er, þú veist, þó svo, það er engin munur á okkur, skilur, þannig, nema það er pínumunur. Já, bara í einhverju svona kultúrsmunur, bara hæðunar. Nei, bara til dæmis eins og þú veist, og þá er ég ekki að tala um, þú veist, eitthvað að segja Reykjavík eða Reykjavík, ég er að tala meira að, þú veist, við notum mismunandi orð, það er svona eitt og eitt orð og það er svona eitt og eitt í, þú veist, bara því sem við gerum hvernig við erum í umferðinni og whatever, sem að ég er hægt að miskilast, skilur, í einhverju svona og í takti, og þá er ég ekki að segja að einn hafi rétt fyrir sér, það er bara Nei. Þetta er bara menningar árekstra. Það er það. En það er svona mismunandi menning, það er alveg þannig. En veistu hvað ég hugsa? Ég hugsaði þetta bókstaflega, ég var að keyra fyrir mig á, ég var bara að keyra. Og ég var eitthvað að hugsa að ég á svo stóru fjölskyldu héðan og síðan og þekki fullt af fólki héðan. Og síðan þekki ég náttúrulega, býr ekki. Mér finnst fólk alltaf miklu duglegra, svona, ef það er að tala um overall litið, hér. Á Akureyri? Já. Þú varst ekki að sáttu að segja þetta. Já, en þú veist, þá er ég ekki að tala um eitthvað svona duglegra sem að fólk sem hefur stærri feril eða whatever. Þetta er meira svona, þú veist,
Ég er líklegri til að fá einhvern til að koma og móka bílið minn út úr skafli fyrir norðan heldur en í Reykjavík. Ertu ekki tala bara, hvað segir þú? Leggur meira á sig, kannski. Ef við ekki tala bara meira eitthvað svona, hvað vingjarlir eða mann, eða svona... Já, það svona bara... Náungakærleikur. Já, það. Skilur, svona, minnst að vera svona aðeins meira og kannski það bara því ég þekki svo gott lið hér, skilur. Og þekki gott lið í Reykjavík en líka svo mikið skýrtalum. Já, ég veit það ekki. Er þetta ekki bara... Er það ekki bara út að þetta minna bæjarfélag? Þú veist, allir svona, það erfiðar að... Erfiðar að vera skítæll. Já, og þetta reykast aftur á manneskjuna. Besta hjálpinu núna, svo hann hati mikið. Þannig að þetta er bókstaflega bara allt eitthvað svona, þú veist, þið bara að gera þetta ekki að þið eitthvað langar að gera. Þetta er bara því þið eru hrætt við fólk. Nei, það er ekki þannig. Ég veit ekki alveg hvað það en þú veist, ef ég myndi sjá einhvern fastan eða eitthvað, myndi ég alltaf stoppa, sko. Já, það sé meir það en fyrir norðan, sko. Það er minni samfélagum, kannski. Hafið þið lent í því að sjá einhvern bara, þú veist, liggjandi eitthvað og fara að hjálpa þeim og það var eitthvað dæmi í gangi. Ég hringdi svona á 112 af því að lá einhver á göttunni en svo var að taka stuttmynd. Stuttmynd, já, ok. Ég bara man eftir atviki úr krambúðinni þegar ég er að labba inn og labba beint inn og þá sé ég eitthvað svona gamla konu liggja á gólfunni hjá grænmetisdeildinni. Ég eitthvað svona, hvað er í gangi? En svo byrjar lítið svona aðeins ofan og þá er bara að fossa úr hausnum á henni blóð. Oh my god. Og hún liggur bara þú veist, hún er út og þá, þú veist, byrjuðu eitthvað að sinninni og ringjum svo á lögguna og sjúkrabíl og það var fyrsta sem poppaði upp í hausinn á mér með það, en svo bara kom í ljós að ég fekk svo símtalið daginn eftir að það var allt í góðu með hann og svona. Ég er mjög ánægður að heyra. Þetta leit mjög illa út þegar ég labbaði inn og fyrsta sem ég sé er gömul kona alblóðug liggjandi í grænmetisdeildinni. Maður hefði svolítið ekki labbað fram hjá því. Nei, en það er bara þegar þú spyrir, hefur þið hort á einhvern liggjandi, þá poppaði þetta strax upp. Okay. Ég meina, ég hef tvisað seinustu nokkra mánuðina, 6-7 mánuðina, komið að liggjandi manni bara niður í bæ í Reykjavík, sko. Og bara fólk alveg bara frá mig og enginn að pæla í, sko. Það er einhver hræðsla. Þar til að, þú veist, ég og félaga mín á stíðinni, sko. Mér finnst bara, geðið góð regla, að ef maður er í einhverjum vafa að eitthvað sé að gera að bara fucking allavega tjekka. Já, ég myndi ekki labba bara burt. Aldrei, og ef þú sérð eitthvað, ef þú sérð bílstopp einhverstaðar, ekki taka helvítis eitthvað, verður frekar bara, hei, ok, var hann kannski að fá hjartaáfall, eða er hann kannski leiður, eða þú veist, er hann kannski bensínlaus, eða þess að fyndið, veitir ekki hvað hreyfingu allir gerir í umferðinni þegar einhver gerir eitthvað. Svona. Svona fleia höndunum upp af því að þeim hvað er gangi? Hvað? Þú veit, verða allir miklu prinsar í bíl. Svo þegar bílarnir eru stopp svona hlýðin og hverju öðrum og svona skamma sín allir eitthvað hvað er það spá? En ég man, þú hringdir í mig daginn þegar þú varst först í snjó og mókaði hann út. Hann mætti, en það var búið að móka hann út. Það voru 2 kallar búnir að móka hann út. 2 kallar sem er greinlega betri en ég voru fyrir á staðinn. Rúnar, sagði þetta á Rúnar. Þeir voru frá Húsavík. Já. Þeir voru úr svo litlu og þjáðu bæjarfélagi að þeir voru svo óttaslegnir að einhver myndi halda þeir væri vondir. Þeir skinju þetta og komu ríðandi á hvítum hestum. Og ég kemur á einhverjum á bíl og eitthvað. Og þeir kom sko Víkurskarðið. Býr fólk þar eða? Hvar? Víkurskarði? Nei, ég var að meina að hefði komið frá Húsavík og farið Víkurskarði ekki göngin. Já, það var svolítið landri djók. Já, við hefði fórið göngin á borgu 1900 kall, hefði getað borga 400. En göngin eru svona mjög flotta innan. Þau eru flott. Og mjög heit. Þau eru í miðjun á göngunum er diskoljós. Herðu, já, getur verið. En ég var að muna eitt núna. Hvað? Þegar það var Vestló, Vestlunarhelgin, já, hérna á Akureyri. Þá erum við með... Í fyrra? Í manni hvort það var ekki neitt í fyrra. Þá eru alltaf með ýmsa viðburði, alltaf bara út alla Akureyri og svona litla smá viðburði. Þegar var held ég vera vía Vaðlaheiðargöngin, minni mig. Þá var hotjóka inn í Vaðlaheiðargöngin.
út af þessu Glemdu því. Það var einhver, það var einhver svona... Ég skal finna þetta. Glemdu því. Auðbjörg var með, þetta var ekki hot yoga, þetta var einhver djöfulgangur. Veistu hvað? Hotbutt. Já, eitthvað svolítið frekar. Voru þið í hotbutt? Það var eitthvað. Nei. Það var einhver djöfulgangur, ég held að Auðbjörg hafi verið með þetta, Lára eða eitthvað. Já. Auðbjörg og Lára og þá voru þau með eitthvað hot. Herðu, hérna sjáðu. Nei, ekki sem. Vaðlagöng, hot yoga í vaðlagöng. Já, ekki hotbutt. Voru þið bara djúpt inn í göngunum? Nei, þetta er vaðlagöng. Nei, Ólafur, þau voru alveg í endanum. Nei, menn að, verður ekki loftið svo slættana inn í þessu göngum. Það var ekki byrjar að keyra. Þetta var fyrir á víð. En ertu að segja mér að það sé að það heitt inn í þessum göngum að þau gáttu verið í fucking hot yoga? Hérna er þetta hot cock í vaðlagöngum. Stættu það? Nei, sjáðu hérna. My god, má ég sjá þetta, réttu mér að síma. Er þá diskokúlan út af því? Er hún glemdist að taka hana niður? Já, glemdist að taka niður. Nei, þetta er hérna, þannig er göngi, þannig er ennþá veggur. Veggur? Þetta er ekki orðið göng þarna. Jú, nei, guður, þetta er í innskotinu. Þetta er bara ekki út af meiri göttu. Hefur aldrei, sko, hafa aldrei spáð. Þetta er tekið á hlið, skilur þú, inn í. Já, þú veist hvað ég tala um, klettur innanhús, eða eitthvað. Er þið með svona innanhúsklett? Veistu hvað er viðbjörn, af hverju gátuðu þið ekki bara farið á bíl í gegnum þetta, skilur. Í hot yoga? Nei, af hverju sleftuðu ekki verið fucking hot yoga inn í göngunum? Af hverju fóruðu ekki bara hot yoga í hot yoga stöð? Já, ok, já, þú dýrkar að þið veist gaman að spila þarna í jarðbröðunum. Herriði, sko, ef það væri allir, sko, ég er alveg sammálaðir, en ef við værum sammálaðir, það er svo leðilega þáttur, sko. Ég veit það. En ég samt hatt þetta smá. En mér hefði finnst þetta nettara ef að, Þetta hefur þú. Þetta hefði verið bara, þú veist, bara klippt á borðan og síðan hefði bara verið einhver orgía í Já. Það hefði bara, þau verið bara Svitabaðsorgía. Þau hefði bara verið bara að gera eitthvað hot with butts. Já. Það hefði verið miklu... Það er hot. Það hefði verið spennandi. Nei, og þá væri ég bara, herðu, sko, þeir keyra í gegn, fæði rukkunni heimbankan, bara 1900 kall. Og þá myndi einhver segja, já, þú veist, þetta var alltaf víkt með að það var orgía. Ég var, já, ok, þá skil ég þetta. Þú veist að borga fólkinu sem fór í orgíuna. Það skil ég alveg af hverju þetta er svona dýrt. En ég hvet Vaðalheiði til þess að leggja þetta niður. Hot yoga. Já. En þarna það er gott fyrir fólk að fara þarna núna út í þessum leiðilegu tímum að fara að æfa þarna inni. Taka með sér liftingadóti. Sko, nú er ég ætla að biðja ykkur að lesa saman á brúsan minn, hægt og rólega, þið þrjú, og síðan tölum við þetta. 1, 2 og... Train for gain, not for insta-fame. Þetta er gæður. Train for gain, not for insta-fame. Þetta hef ég alltaf sagt. Já, sko... Er þetta þitt bara slangur? Já, ég lít prenta þetta. Þú ert að byrja með línu. Ég er nú í engaþjálfara námi hjá Keili og þetta er eiginlega bara summer up náminu, sko. Já. Vá, amazing. Það er að láta þér hægt á Instagram sem að byrja náminu. Train for gain, not for insta-fame. Þetta er fárlega brúsi, sko. En hérna, ég ætla að segja, eru þið, því að nú veit ég að þið tveir eru í íþróttum. Erst þú eitthvað í einhverjum... Ég fyrir bara í gimmið. Þú ert í gimminu? Já. Eða það er svolítið ekki lengur. Nei, það er svolítið langt síðan. Nei, en eru þið eitthvað, þú veist? Hvað er að gerast úti? Löggan. Það er að ná í ykkur. Svolítið hratt blikk með lögguna? Er hún farin? Er þetta ekki bara eitthvað stróp? Þetta er hot yoga. Það er að handtaka mig fyrir að tala illum aðalhauð. Það verður ekki aðeins. En hvað varst að segja? Ég ætla að segja, eru þið, þú veist, að því núna erum við í þessu, þú veist, fjórðu bylginu, hvað sem það heitir, skilur við. Og hérna... Flóðbylginu. Eitthvað, hvað sem að hún er, en eru þið eitthvað að sinna ykkur, skilur við? Hvað gerir, að því að það voru allir komin á stað aftur, maður var svo fucking peppaður, maður var farin að mæta, þú veist, maður var farin að mæta í gimmið, maður þurfti að skrá sig ykkur tíma og eitthvað svona dæmi til að feika fram í okkur dóti.
Mér fannst það líka bara fínt. Mér fannst það alveg fínt að segja ég ætla að mæta í ræktinni klukkan 5 bara, og þá þurfti ég að mæta í ræktinni klukkan 5. En það er workklassina, ekki? Jú. Þannig að 2 workklass. Það eru 2 workklass, en þú veist, er eitthvað annað gym? Fara bara allir workklass núna? Nei, það er Bjarg og það er Norður og svo er, já. Hvað er það sem við höfum verið að fara? Það eru 2 gym sem við höfum farið í. Kraftlyftingafélagið? Já. Og síðan eitthvað eitt yfirbót. En svo fórum við á Bjarg seinast held ég. Sem er hana hjá Bíkó þar. Já. Það er sennilega hjá Bíkó. En þú veist, eru þið ekkert í fyrri bylgjunni sem hún skall á, keyptuð ykkur lóð og eitthvað svona, keyptuð ykkur eitthvað? Nei, ég djöflaðist á stofugólfinu. Og gerði það? Alveg í nokkra daga. Ég setti upp leinigym. Þú settir upp leinigym? Að þú basically fórst bara í gyminn áfram, sem fórst með lykla að... Nei. Ég setti basically, og ég og vinn minn settum upp alveg stóra aðstöðu, eða veist, og ég ætla ekki að segja hvað hann er. Já, ok. Ég var neða þá í gangi. En þú, Oliver? Ég svona séum að viðhalda formi að ég kannski, þú veist, 3-5 sinnum í viku en ég er ekkert að æfa eins og ég var að æfa Ég sé alveg að viðhalda formi, ég er alveg að æfa 5-7 sinnum í viku eða eitthvað. Já, einmitt. En sko þegar ég var, þú veist, ekki að viðhalda formi þá var svona 80 sinnum í viku. Nei, samt þú veist, ég var ekki fyrir COVID þá var ég að æfa alveg, þú veist, alltaf 16 sinnum í viku. Jesús. Hann er líka sturluð formi. Úrón! Ég er einu að stefna þetta. En þannig að... Sástu hvað hann sperti? Bara til, hann var bara för mig göngin. En þannig að þetta er í fyrsta skipti. Ég náttúrulega bara hef verið í íþrótum og í kringur hreyfingu allt mitt líf. Já. Og eftir að... Þú múst að setja ykkur mega post. Já. Jú, like hann, endilega like hann. Farið á Facebook mitt og like hann. Já, og kommentið mjög oft. Þá þarna... Þetta er í fyrsta skiptið sem ég hef verið jafn lengi frá þegar 4. bylgjan kom. Ég hef búin að vera á fullu nýri Norður í gyminu og þegar þessar upplýsingum komu þá bara, ég nefnir ekki og ég er ekki búin að hreyfa mig síðan. Nei. Ekki búin að fara eina æfingu og það hefur aldrei gerst áður. Spáðið hvað ég er orðin, hvað þetta rífur mann niður í bara lífinu. Ég var farin að mæta í spinning á sunnudögum. Það fer mér ekki vel, sko. Nei, mér finnst bara að... En það draf mig. Það verður ofbeldi, sko. Já, ég er sammála. Og maður þurfti að skrá sig og maður þurfti að mæta. Og ég gerði það. Herðu, sko, eins mikið, ég dýrka workklass. Það bara hefur allt sem ég þarf fyrir minn gymlífstíl, sko. Og ég fíla alveg að skrá mig. En ef ég gleyma að mæta, þá fer ég í 8 daga straff. Já, það er illa perandi. Þá fer ég í 8 daga... Erum við mætt í Norður Kóru? Nei, ok, sko. Ekki. Nú er nýbúið að kalla Foss Hotel Norður Kóru og Gulagi og eitthvað. Það getum ekki verið að tala endast Norður Kóru, sko. Ég er lítið búin að fylgjast með þér, með Foss Hotelinu. Fólk er það er bara brjálað yfir í að þurfa að vera frelsisvift á 40 stjörnu hóteli bara í miðbæ Reykjavíkur, sko. Ég var inn á svona sóttan hóteli og þú varst meira þess að 3 stjörnu hóteli. Já, skilur þú? Nákvæmlega, mér finnst það bara fínt. Já. Þú varst í 2 vikur. Já. En þú þurftir ekki vera, fórst ekki sjálfur út af því að... Jú, af því að þú veist, það er náttúrulega, ég bý með 3 öðrum hana, þú veist. Gæti ekki verið þar inni. Varst það að koma ut hana? Nei. I'm back the Z. Yep. Já, það? Ok, hvernig er þetta? Ég er góður, ég eiginlega varði ekkert veikur bara yfir höfuð, sko. Ég slapp ótrúlega vel út. Nei, bara ekkert the Z. I'm back the Z. I'm back the K. The K. Ég nenni ekki lengur, ég nenni ekki að segja 7 ári lengur. Nei, herru, ég nenni ekki að segja númer hvað það er heldur. Ég nenni ekki að segja 7 árið og ég nenni ekki að tala númer hvað það er. En ætlaði að sé að vinna bara með þér að þú er svo mega hraustur og æfir 16 sinnum á dag. Já, ég held að sé, þú veist, ég er alveg, þú veist, þannig sé aðverið íþróttamæður, þannig að ég held að það alveg spili mjög stóra þátt í, sko. Svo maður svo hrættur samt, við, hvað gerist svo seinna, hvert þetta ná ykkur svona eftir. Já, þegar vex annar haus en ef ég tel alltaf að ég myndi fá einhver eftirkvöst þá er við örugglega komin upp, sko. En svo sem ég fekk þetta frá, hún til dæmis slapp ekki vel, sko. Nei. Hún bara, þú veist, misti bragðlyktarskyn og var alveg bara fárufiki. Það er ekki pirrandi. Duttur hún í augun og fekk ný og fekk gulltennur og þetta aflimana. Held ég að væri eitthvað svona, það væri eitthvað svona
viðbjóðslega fyndið, af hverju ekki til eitthvað svona viðbjóðslega fyndið sjúkdómar eins og bara, þú færir sjúkdóminn og bara nefist eitthvað bara veistu það, það kom tímabil hjá mér daginn það sem að ég veit ekki hvort við séum orðin svo samrýndir í og Gauti senast þegar hann var hérna þá var Gauti að segja, já, djúðlega verið fyndið og hann droppaði einhverju setningu og það var nákvæmlega sama og ég var að hugsa og það var bara eitthvað bull þú veist, af hverju hugsaum við báður Gosa Því við erum báðir búin að skemmi okkur heila en ég meina möps Hvað er möps? Það svona sem maður fær svona bólgu í hökuna og snakkar og maður fær bara svona double chin Ok, þetta hljóma samt bara, já, fyndni sjúkdómurinn þess að það fær svona mikla bólgur í hökuna það hljóma bara eins og bara einhver, já Sko, félagi minn sem ekki meira en 60 kíló, hann fekk þetta og hann leit út fyrir að vera 200 kíló að minnst hann var bara með risastóra höku Og hvað gerist? Já, þetta fyrir, ég held að maður farið á einhver síklarlyf eða eitthvað Nei, hvað gerist? Ég held að þú lætur þetta bara að vera þá Nei, hvað, af hverju er þetta að gera? Já, þetta er svona ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta er en þú raunverulega, þetta bólnar út einhverju svona kirtlar í munnvaskirtlar eða eitthvað Ertu að meina, var með hálsbólgu? Þetta var hálsbólga Já, alveg bókstæðlega Nei, ég er að tala meira eitthvað svona, þú veist, bara puttarnir verða lengri Nei, það væri miklu finnar að væri bara allt einu væri puttin orðin tippi þú veist, eitthvað svona Það væri hræðilegur sjúkdómur hræðilegur, já Þetta er gott dæmi Já Hörru, ég skrifaði niður nokkuð topic Ég ætla að koma með eitt topic, veist Ok, hvað er með? Mér langar að ræða þessum sumarbústaði Ég get að tala endur Er sumarbústaðar ef hann er ekki með heitum pott? Ég vissi að þetta var að fara að koma Já, ég er líka Mamma og pappi eiga geggjan sumarbústaðar ekki heitupottir og það er geggja næs Ég segi Ég ætla að leifa ykkur að klára Ég segi já Mér finnst alltaf mjög ákveðið svona væp inn í sumarbústaðum Já, ég er innan um tré og ling Ekki endilega, mér finnst meira svona byggingin sjálf Mér finnst svona byggingarstíllinn á sumarbústaðum svo allt öðru í sig heldur en á venjulegum húsum En ef þetta væri sko heilsárshús eitthvað stöður upp í heiði með pott væri það sumarbústaður? Það var bara íbúð Ég meina, hversu langt út fyrir svona Er húsið þitt sumarbústaður heima með mömmu og pappa? Já, einmitt Af því að pottur þar Nei, ég er ekki að tala um innarbæjar Ég er að segja, þetta væri bara eitthvað lengst burt upp í heiði Samkvæmt mínum skilgreiningum að því ég bý annar staðar þá er þú ekki innarbæjar eða húsið er annar staðar Það getur verið sumarbústaðan Það getur verið sumarbústaðan minn Ég er að tala um niður á Eyri hjá mömmu og pappa, það verður sumarbústaðar þinn Já, bara ég býr ekki á eitthvað sumarbústaðar minn er á Akureyri skilur niður á Eyri með heitupotni Já, ég fatt það En sko, hér finnst mér skilgreining á sumarbústað hann má ekki vera inn í bæ annars áttu bara hús sko, hann þarf að vera beygður eins og sumarbústaður hann má ekki vera einhver svona nýtísku efni skilur og ég var auðvitað til í að eiga bara eitthvað svona dæmi Það er ekki marmari inn í sumarbústað eitthvað svona Skúla Mogensen dæmi skilur ég var til í að eiga eitthvað svona kjaftaði bara eitthvað böll sem hefur gett næs en það er ekki sumarbústaður Nei Þetta þarf að vera Sumarhúsið En þetta þarf að vera bara þetta típiska þetta var einhver tíma bara venjulega spýtur það er búið olíuberaðar það eru orðnar svona annarkvort er búið að mála viðinn þess vegna er það svartur Þú ert að lýsa sumarbústaðan með pappa sko Já, eins og öllum sumarbústaðum Þú varst bara hvað gaur er þetta hann er gjörsamlega mamma og pappa það er Kamína Já, hann er bara að lýsa bústaðum á mömmu og pappa Síðan er ég bara, já, það er hérna það er svona ok, það er eldhúsinnrétting samt svona, þú veist, ekkert svona vel til höfdæmi hérna, það er svona háfur sem er eitthvað svona furðulega placed ekki minn sumarbústað en síðan er annað sem verður að vera inn í sumarbústaðum að hérna hann þarf að vera með kojum pínulítið skítur og þá er ég ekki að tala um, þú veist, eitthvað klístur og gólf og heldur bara svona síðasta manneski sem var þar sópaði bara mjög vel
Hún skúraði ekki, hún sópaði bara drullu vel. Í öll hótt. Og þú veist bara, sumbústaði megi ekki vera perfekt. Það verður að vera eitthvað svona, þú veist, smá homemade stemming. Já. Og, sko, ég ekki alveg sammála að það verði að vera svo heitapottur, en það þú veist, hann gerir það 99% betri. Já, þú myndi gera kröfu þegar þú voru að leiða sumbústaði, eða ekki? Ég hef leigt bæði og það er til eitthvað betra en að sjóða sig í rúsinu og fara síðan undir sæng í sumbústað. Nei, sko. Það er alveg það talað þú ert orðin blindfull? Sko, ok, nú vil ég lýsa ástandi. Er eitthvað betra en að drekka 12 bjóra, reykja í jónu og leggja sér upp í rúm og allt hringsnýst? Já, það er það besta tilfinning. Það er góð ferð. Er eitthvað betra? Já, ég held að það sé margt betra. Er eitthvað betra en að hafa fjölskylduna öskrandi á sig? Það er alltaf að vera svona fyrirkústa. Er eitthvað betra? Þetta miskila. En mér finnst að vera eitt sem er must í sumarbústaðum og það er raunverulega svona jónur og bjór. Já, algjörlega. Ekki glemma gælum. En svona gömul spil, svona mjög úrelt spil. Og Tetris. Við eigum sko the original Tetris. Ég er alveg 100% ósammála þessu. Hvað mennur svona Game Boy Tetris? Já. Sorry. Ég set ekki kröfu á það. Ég teka með mér í bústaði. Þú er bara kójur, heitapottur, skrítur háur, Tetris. Já, sko, og gaurinn er eitthvað, já sko, þetta er þetta er átjóðskrallótin og það er endur ekki heitapottur, en það er Tetris. The original. Já, það er Tetris the original. Já. Segja slegir. En ég samanlega, þetta þarf að vera, sko, það þarf að vera eitthvað og spilastokkurinn er mjög gott dæmi. Annarkvort þarf að vera spilastokkur. Já, sem vantar spil í. Já, sko, ég ætla að nefna 4 hluti og það má bæti í þessa kategóríu. Okay. Og þetta þarf að vera hlutur, til dæmis spilastokkur, flísteppi, flíspeysa, derhúa, sem er til dæmis svona bíkóderhúa. Já, nei, eitthvað sem er svona frosi í tíma. Veistu hvað það er? Eitthvað sem fór þarna inn og er þarna, eins og, má ég taka dæmi? Búnaðarbankin teppi. Já. En þess að það sagði bíkóderhúa. Já, nei, sko, en bíkóderhúan er tímalaus. Já, og það er til ennþá. Þetta þarf að vera eitthvað svona, það þarf að standa Andrisar Andarleikanir 97 og þetta þarf að vera af því að ef þú væri með þetta á heimilinu þá væri þetta farin í geymslu eða ruslið, en sumarbústaðir eru svona eins og afgangar, svona tíma hilki og líka þú veist túpu en já, það er svolítið alveg rétt, þetta er smá, ef þú ert að fara í sumarbústaða þú ert basically að fara smá aftur í tíma. Bara við erum komnir aftur hérna bara til 97. Já, smá. En þetta er stemmingi sem maður vill, sko. Því að sveitin okkar fyrir vestan, þessast gamli bærin, við erum alveg búin að gera hann upp, en við settum til dæmis ekki sturtu eða neitt, það var aldrei sturtað eða neitt, og það er ekki sturtaðar. Við hefðum getað bættið inn í breytingunum, ákveðum að gera það ekki, við förum frekar bara í sturtu í sundlauginni út á Reykholum, fattar við? Út á til að halda... Vil ég ekki hafa sturtu? Nei, og við vildum bara halda smá gömlu stemningunni. Við erum með heitabót hérna á Eyrinni, það er alveg nóg. Já, þetta er samt fyrir vestan í sveit. Ég skil, geðið, sko, ég skil að þið vilja halda gömlu hefðinni. Ég stuðin sem að þess. Þið verðið að sturta ykkur. Já, hvað heldur við förum ekki í sturtu? Við förum í sund daglega, fattar við? Já, hvað er langt að fara þangað? Það er bara 5 mínútur eða eitthvað. Já, ok. Bara að keyra, þetta er ekkert eitthvað... Það er hefðin að fara. Það væri til dæmis að borða hunanga eitthvað og hann myndi svona hellast yfir allan. Já. Yfir allan. Þetta er að fara í sundið, skilur við? Já, en þú veist, það er náttúrulega lækur við hliðina á sem að væri hægt að redda sér. Er heitt vatn eða? Já. Já, ok. Það er komið heitt vatn núna. En þetta er mjög gömul sveit og það geggjað við að það er svo ógeðslega mikil kyrrð þarna og það er basically ekkert þarna. Þess vegna vildum við halda alveg í, þú veist, gömlu, en svo sko, við eigum allt landið þarna og þú veist, frændi minn á heilsárshús með sturtu og öllu, sko,
mínútu frá bara fancy já, þannig að það væri lagt að redda sér í öllu þetta aldrei bara, heldur hunangið komið á drengin þannig að við erum bara að bíða til morgun hann bara klístar í mánu já maður, ég veit ekki það eitthvað sko ég mjög oft í sumbústöðum ég hata ekki ég enda núna búin að finna mér nokkra bústæði sko hér og þar landið sem ég svona áskrift það bara? Nei, sem ég, þú veist, annarkvort legi eða þekki til einhvers eða eitthvað svona dót, sko. Ég get ekki gefið neitt upp, sant? Nei. Að ég vil ekki, þú veist, þetta bara, eins og að maður finnur leynibílastæði í miðbænum. Já. Að, ég veit það. Nei, að ég man einu sem fundum við leynistæði á Prikinu. Leynistæði á Prikinu? Já, Prikinu, réttu Prikinu. Og vorum alltaf að leggja þar og segja allir frá því. Og byrjum bara allir að leggja þar. Byrjum allir, og nú er búið að setja upp girðingu. Og getur ekki fólk lagt þar lengur að það á enginn leggja það var ekki meiri leynistæður en það Nei, en svo verður þér að braka í gólunni líka Ég 100% sammála alveg sko, bústæðar sem við erum í núna hann er já, það braka mega Já, ég myndi bara að fara á klósetti í nótt og var alveg bara sem ég bara, við fórum á klósetti í nótt bara því það brakaði svo mikið Nákvæmlega Við fórum öll saman á klósetti í nótt En nú ert þú nú stundur þú bardaíþróttir og svona og ert ninja Getur ekki bara klifra með veggjum næst og lent á klósettinu Það heyrir enginn í þér Jú, ég get svona svifla mér úr loftinu Já Með okkar bróðum minn er góður að berjast og góður að svona, þú veist, eitthvað snúast í hringi í loftinu og ég hann furðuð svo mikið brussa í labbi, sko svona trampar Þunglapp eins og ég, sko Já, gerir þú það? Já, ég er alltaf líka reka, veistu hvað eru þið svona reka tætnar í fólk? Minna í fólk, meiri hluti Nei, þú veist, eru þið fólk sem rekur tætnar í? Eða veist, ef ég er að sparka einhverna Nei, ég er að tala bara, litla tóa mín fer í hlut Ertu útskjöður? Mega Alveg Ég var aldrei að segja það Jú, ég var bara Ætli það sé ekki ástæðan? Ætli það sjá? Já, Nei, hvað verður? Herðu, ég er alveg búin að læra að vera útskefur með áranum. Þetta er ekkert eitthvað á hverjum degi að koma mér á fucking óvart, skilur við. Þegar Gauti labbar með svo þröngum gang og fara, sko, tætnar alltaf með frá veggjunum. Ég er ekki tjóka. Ef þú skoðar fótspor eftir mig í snjónum, þá myndir þú halda að ég hafi rifnað í tvennt og væri að labba í sigur vatnina. Það er stúpid dæmi, hvað ég er útskjöður. Ég veit ekki af hverju þetta stafar. Á að vera útskjöður? Ég bara veit ekki af hverju, já. Og varst alltaf á hestbaki og slítill. Verður fólk á... Ok, sko, please, segðu mér að fólk sem stundar mikið hesta verði... Já, svona. Að vissu leiti það svona... Það hlýtur að eitthvað, já. Já, hefur áhrif á mjadma liðina. Oft, á svona verða þér svolítið svona stæðari og það er veldig oft uppskýrið. Er það að segja mér að fólk, nei, ok, nefnið mér einhver aðra íþróttir þar sem fólk stendur skrítið. Ég held því fram sko í þessi útskjöfur að þið var alltaf hjólubretti. Já. Að þið er alltaf að gera svona með löpunum. Ég er alltaf að gera svona með löpunum. Það getur verið. En hvað er annað, ég er að hugsa, hvaða íþróttir stendur eitthvað, í hvað íþróttum stendur maður fyndið sem maður væri fyndið að yfirfæra? Ég veit ekki, þú veist. Fólk sem er á reiðhjóli er ekki alltaf í sé. Í sé? Já, þú veist. Já, nei, það er bóið í bakkinu. Já. Það er ekki alltaf svoleiðis. Samt er alltaf myndavélar hér. En það er samt alveg, þú veist, það er fullt af íþróttum að hafa áhrif á, bara stórtæk áhrif á svona postjur, sko. Já, einu sinni voru allir backpressarar sem að keyptu backpressu, áður en að fólk fatt að þjálfa bakvöðuna sína. Það voru þeir allir bara með, þú veist, hendurnar voru bara vaxnar fram. Já, bara ógeðslega framdrægnar og vinsnúrar. Voru þeir bara að taka backpressu? Það er sko, það er rosalega mikið að góðum pressurum sem að er í rauninni keppa bara oft í backpressu. Já. Og eru mjög góðir í backpressu, en og þá, þú veist, þetta er svona dálítið old school pressarinn, að þá ertu eiginlega bara svona vaxinn dálítið með hendurna fram, sko. Þetta gerist líka mjög oft hjá þú veist, barðamönnum, sérstaklega bóksurum. Þegar þú veist svo mikið með axlinar svona frammi. Ég held, sko, ég er með smá axlinar og mér er smá svona fram. En ég held að sé bara að því alltaf tölvunni.
Ekki því ég alltaf að taka backpress. En þú ert alltaf að klippa. Já. Ertu ekki alltaf með svona... Ég alltaf svona. Má ég sjá hvernig verðst alltaf. Sko... Ertu hárgreiðslu konar? Já. Og sminka, sko. Þannig ég rosa mikið svona. Já. Má ég please spyrja, ok, ég elska þetta. Hvað eins og ef maður fyrir leigubíl, þá spyrir maður alltaf leigubílstjórann, hvað mikið að gera í kvöld? Það bara típist. Hvað mesta small talki sem þú færð? Hvað það sem að fólk fer alltaf við að tala um? Veðrið? Já. Fyrir fólk að tala um veðrið? Já. Í alvegni? En það er svona all over. Fólk að geta eitthvað að spurja eitthvað svona þú veist. Og þú búin að vera lengi að klippa hár? Með mig, að því að ég oft með eitthvað svona bleikt hár eða blátt hár eða grænt hár eitthvað, þá ótrúlega oft að ég með rosalega fullorðnar konustundum og þá svona rosa fyndið að segja, ég ætla nú ekki að vera alls og þú. Segja það? Já. Þegar þú segir mjög fullorðnar konur, þá að forðast að segja þessi old as fuck? Já, þær eru alveg áttræðar, sko. Já, ok. Þær eru mjög fullorðnar. Þær eru mjög fullorðnar. Það var eins sem hringdi, sko, og vildi fá tíma hjá stelpunum með tattúin, þú veist, þær eru bara þú veist, en mér finnst það geggja En mætir fordóm frá einhverjum? Besta spurning sem ég fengið í jobbinu þegar ég fekk eina fullorðna konu, hún var reynda bara milli 50 og 60 sem ég læt nú vera þessi gamalt, sko, en hún var sem sagt vön að vera hjá Arney, Arney var í fæðingarorlofi og þessi kona kemur til mín og ég í ermalausum kjól Já og ég flúruði alveg bara á höndunum og og svo sest hún í stólinn og hún svona, ég sé að henni finnst þetta eitthvað pínóþægilegt og ég eitthvað, jæja, hvað að gera og eitthvað svona og ég byrja eitthvað og hún eitthvað Ertu mótorhjólakona? Ertu mótorhjólakona? Spurðum því Ég bara, nei, ég hef ekki bara svoleiðis græðu Ég bara spá, en þú veist ef þú hefði sagt já hvað væri næsta spurning? Ég veit það ekki. Kannski var hann bara, ásaki, ertu mótorhjólakona? Og þú hefði sagt já, hún hefði bara, einmitt, ég elska mótorhjólakona. Hún bara, ég dýrka mótorhjólakona. Hún sagt, já, ég líka, sem hefur bara aldrei passað við hana, sko. Einmitt passa, af því að það eitthvað lúk. Já, ég hef fengið á mig, ég enda slepp svona, daldið mikið við þetta að því ég þekktur. Og að því svo frægur. Ég veit það. En ég lendi í því einu sem það voru konur á næsta borði við mig sem höfðu ekki hugmynd hver ég var og ég satt á B5 og þetta var degi til og ég heyri píuna og þetta eru konur örgulega, ég ætla að giska að það hafi verið einmitt 50, skilur og þeir kalla þjóninn og þeir biðja að fá að vera færðar eitthvað þar sem að ekki handrukar Þú? Já, en þú veist, ok, hugsaði núna ég snóðaður í Hlíraból þá og þú þekki mig ekki þú veist, ok, ég veit ég líti ekkert út eins og ég flokkast ekkert sem einhver hræðilegur maður, skilur en fyrir einhverju manneski sem held að ég var handrukkari, skilur hef ég verið alltaf bara mjög skeri Já, algjörlega og svona konur þar sem aldrei geta orðið mjög hræddar við svona menn eins og þig það er svona útlits fordómar, skilur en þú veist, máli, ég hugsa ennþá ef ég sé einhvern með flúr í andlitinu eins fyndi og ég allur flúrar, skilur ég hugsa ennþá ég hvað neyslu á hessi og ég hugsa bara svona sekundubrót og síðan ég alveg hvað þig langar í gulltennur og ég hugsa mig langar sko mjög mikið í tattu á hausinn og síðan ég eitthvað Ossosos, hvað að sjá þennan? Og ég segi alltaf opp, ég ætla að fara að segja ossosos. Já, ossosos, hvað að sjá þennan? Hann hefur ekki fengið gott upp þessu. En þetta ég svona ekki fordómum, en það svona, ég fæ rosa mikið spurningu, samt, þú veist bara, ég hef alveg mikið, finnst þér þetta flott? Ég bara, jepp. Já, nei, þetta er gæðljóð ég bara myndi annars ekki gera þetta og eitthvað svona og svo þessi sama og spyrir mig hvort ég var mótorhjólakona hún kom svo ofta til mín og ég held að hún kemur ennþá bókar mig sérstaklega þannig að ég hef klippt hana vel sko svo var ég að klippa hana sama konum jólin þá var ég með eyrnalokkar sem er svona gattavír og hún alveg já, ég sé núna að þetta er gattavír það er svona ennþá eitthvað að láta mig koma sér óvart Er það sama píana? Já
Já, ég skil alveg, þú veist, ég stend alveg svona, þú veist, ef þú værir að klippa mig og þú, sem þýðir þú þarfst að vera mjög nálagt, skilur við. Og ég var svona hrættu við Gaddavir, skilur við. Hrættu við Gaddavir? Mér er ekki vel við Gaddavir. Nei, þú veit ekki, þú veist. En þetta var ekki alveg Gaddavir. Það góð spurning, sant? Hvort það hafi verið alveg? Sko. Þetta hann Harajuka chains. Já, alveg. Segir maður. Ég veit hvað það er. Já, hún er geggjuð. Já, þú veist bara ekki hvað það er. Nei. Ég á Gaddavirs lokka frá henni og þeir eru alveg beittir. Það lúkkar alveg bara eins og venjulega Gaddavir. Ég held að hann noti alveg Gaddavir. Já, kemur ekki óvart sko. Þetta er alveg léttur vír, skilur þú? Já. Ég er svo cool núna. Það þýðir, já, þú ert með Gaddavir svona, það má enginn klifra þér. Já. Hann þetta hálsmenn. Já. Ég fer alltaf í, sko, ég læt klippa mig algjör svona gaurastofu, sko. Já, honum hann að, hvað er hann, Halli Böði? Já, Halli er enda hættur, sko. Já. Hann fara að gera eitthvað annað, en Grjóni og Daði og síðan einhver nýrgöður sem hann ekki veit, þeir eru á Barber, sjáttu þetta Barber. Það er svo töff stofa, hún er svo töff. Það er geggjum, veistu hvað, það er líka bara, það er geggjustemming. Ég fer þarna 50-50 fyrir að láta snirta skeggið, hausinn ekki neitt, en og fyrir bara svona andursvartið. Þetta er ákveð svo neðri hann á hóteli, þetta er ofalega á Laugaveinum, þannig að sér þið svona skemmtilega mannflóru alltaf í gangi, þeir eru alltaf með eitthvað ógeðslega gott slúður í gangi, ég mæti inn með, og maður er alveg svona dælir í þá sko. Þetta er líka bara svona miðbær feeling og fólk að labba fram hjá og cool. Já, svona honesty sko, ég er ekki að tjóka, ég labba hann inn og maður er bara, já ok, svona eiga rakarastofur að vera. Kallalegar. Já, hún er samt, jú, það er pungur hana, skilur en þeir eru samt alveg, það er ekkit bara gaurar, skilur, það er alveg fullt af píum, það er alltaf píur í klippingu litun þegar ég mæti. Er það? Já, ok, ég vissi það ekki. Og höfðu góðið því líka, sko. Og síðan er bara eitthvað geðveikt við að Grjóni sem á þetta sé sköllur. Já. Mér finnst það gera rakarstofuna. Mér finnst sköll að þér hárgræslumenn meira töff en aðri, sko. Já, þú veist, það er bara svo mikið bara, þú veist, þá er bara fókusun á aðrar. Já, nákvæmlega. Þetta er eitthvað sem ég myndi vel að gera, en ég geta það ekki. Nei, hann var alltaf bara, en síðan er ég en ég er ekki með mikið hár eftir. Nei. Og ég fer þarna, og maður þarf ekkert, sko, maður fer bara í skeggsnýrtingu og ég er að segja, þó ég væri hárlaus, ef ég væri með svona sjálfsofnæmi og væri ekki, fengi engin hár, og færi ég samt þarna bara til að láta þvó mér hausinu. Það er líka bara mjög gott. Það er ógeðslega gott. Það er aldrei, það er engin sem snerti mig eins og mennirnir sem þrýfa mér hausin. En herðu, kona minn þrýfa mér aldrei svona hausin. Nei. Get ég, ef ég mæti í klippingu til þín, gæti ég bara, mér langar bara að panta svona þvott. Já, það er alveg hægt, sko. Hvað kostar það? 3.000 skall eða eitthvað. 3.500 eða eitthvað. Ég myndi borga svona 15 skall fyrir það. Worth it, sko. Já, nákvæmlega. Kannski er ég ljúa, kannski er það 17. Það er samt fucking perralett að mæta að láta bara þvó sér. Já, en þú veist, er perralett að fara nutt? Ef þú myndi segja bara nutta hausinn. Já, ég ætla auðvitað, ef þú kemur nutt og myndi segja eða bara nutta hausinn. Þá er það perralegt. Afsakið, og konuleg, já, velkomin í heilnutti sem kostaði 13.900, hvað maður bjóður í dag? Bara hausinn, og veistu hvað er fucking perrandi? Að vera í nutti og síðan byrja hann á hausnum, veistu okkur? Þá veistu það að fara að vera búið. Já. Ó nei, er það að vera búið. Og mér finnst svo ógeðslega fyndið að því að það enda nutt, skilur það er okkur fucking vandræðilegt til að byrja með þú ert nuttari af því þau gera alltaf eitthvað svona, þau svona leggja annarkvort hendina svona létt á hausinn eða á magan eitthvað og segja svona takk fyrir. Ég hef aldrei fengið takk fyrir. Jú ég fengið það. Já, nutt endur alltaf á þakka þér fyrir og síðan segja þau maður bjóði það vasklas. Já, ég hef fengið það.
En sko, ég hef aldrei fengið þetta vélmenni sem ég á þér. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég fengi bara svona, jæja, eitthvað svona. Það verður óslega að fyndi að vera kvíslað upp í eyrað. Takk fyrir. Já. Takk fyrir. Og síðan alltaf þetta, og veistu, ég ekki undan tekníklaust til að segja, maður bjóði það vasklas. Já. Hörðu, fæ ég alltaf pínlítið vasklas? Já. Fæ ég alltaf pínlítið vasklas? En veistu hver ástæðan fyrir þú að færið vasklas? Það tengist nuddunni sjálfu, þú ert að losa eitthvað. Já, maður getur bara leið út af. Já, þú þarft vasklas. Já, en þarf ég lítið vasklas? Má ég ekki bara fá meðalstærð af vasklasi? Við þurfum að tvekja litur svona kókflösku með smá kók Já, og eitthvað verra. Nei. En illa skólur. Ég er þá að hugsa kvíslið í eyrað. Veistu hvað ASMR er? Já! Það hræðilegt. Heitir ekki ASMR? Jú, nei, ASMR eða ekki. ASMR, já. Erst þú að fíla það? Nei. Ég ángriðs, Oliver gæti verið þannig gæði sem þetta búið svona til. Já. Já. Þetta er bara eitthvað fólk að nutta bara eitthvað efni. Já. Bara eitthvað svona. Og gera eitthvað svona. Svona. Ég tók ekki svona Það er ofta að ég er að lifta og er að taka upp og er með heyrnatól í eyrunum og það hljómar alltaf bara eins og ASMR, bara eitthvað gym ASMR. Já, af því að það er náttúrulega mikrofón í heyrnatól, þannig að það tekur upp alltaf hljóðið og það er alltaf bara Hjá því Já, þú veist að taka vídeo að sjálfu þig. Já, af því ég er með mynda og það gett langt frá mér og sér er óslega mikið að svona heyrist andadráttum. Come on, lift that heavy weight, man. Ef maður væri einn í gyminu myndi maður einhvern tímann öskra? Já, ég gera það fremur frekar heldur en þegar einhverju í kring. Mér finnst það óþægilega. Dúndur einhverju tónlist í gang og þá er ég bara einn einhvern veginn með sjálfum mér og Ég nota, þú veist, öskur og svona fremur. Maður heyra aftur. Breytir sér í kóril. En ég ætla að spyrja þetta í spurningu. Hvað voru að tala um undan? Hár og klippingu. Sko við fórum úr líkamsstöðu þinni sem útskefur maður í að tala um að ég verði hárgríslukona yfir í gattavír og yfir í ASMR. Já. En mér langar að spyrja spurningu í kringum. Þetta er bara, ég er að segja, ég fættist og sér er ég hér. Já. Það gerist eitthvað í mittíðinni, sko. Það leiti eitthvað til þessa punkts í lífið hans. Ég man ekkert. Nei, það var eitthvað, Gauti var einhver fyrirparti á mér og svo allt í einu komni til Ibiza. Já. Shit, sko. Eins og kött í myndum. Hvaða kött ættum við aftur? Það ætlum eitthvað partíðana upp í þorpi. Hvað erum við? Manst þú núna hvað þú ætlar að fara að segja? Já, ég man núna hvað ég ætla að segja. Ég er ekki mjög slæmt minn á þú. Eva, við vorum að tala um háraðan. Ég með aðteglisbrest. Já, ég veit. Löglegan á pappír. Löglegan? Já. Greindan. Hvernig lestu grein það? 2015 sem týndi ég blaðinu og ég fann það daginn og ég er ekki að ljúga að ykkur. Búin að vera í 6 ára og sanna fyrir ykkur. Þú verður bara að sína mig blaðið, kallið minn. Ég týndi. Sko, myndu það svolítið að segja, nú ætlum ég að segja eitt. Ég fann pappírinn daginn. Má ég fá vatn hjá þér? Þetta er Train for Gain. Nei, hitt á það. Vasklasið. Já, þetta. Má ég fá tennurnar? Já, gerðu svo vel. Ég ætla að segja, ég fann pappírinn, 5 ára gamlan pappír. Ég var búin að leita á hann í smá tíma því ég ætla að prófa að fá lyf. Og þurfti þennan pappír og til að, veist, síðan þar ég tala að geðlækna okkar. Það var bara massíft erfitt að fá þessi lyf. Og já, ég fann pappírinn og blöðum voru all gul. Þú veist, ekkert eitthvað, ok, þetta er bara svona þegar blöð vera gömul og vera gul. Já, ég ætla að vera að tala um svona. Hvað? Hvernig má vera að Bubbi Mortens hafi fundið texta frá 70 eitthvað en daginn og blöðin hafi bara verið hvít? Já. Það fer ekki bara eftir geimstu, fer ekki eftir bara geimstu aðferð. Heldur þú að Bubbi Mortens hafi verið að bara vakuumbakka þessa fucking texta? Heldur hann hafi farið í meðferð
og vakúmpakka textana síðan saman. Ég meina, ég fann einhver skjöl frá því 2014 eða eitthvað. Já, bara frá því gamla það bara. Það er fyrr heldur. Kannski voru gul þetta greiningablað og þau voru alveg hvít. Kannski voru gul því þú misti bjór. Nei, það var engin bjór á þessu. Nei, en ég ætla að spyrja það á hann. Þannig að ef myndi leggja núna 34 milljónir inn á þig og borga fyrir þig bara allt uppi allt flug og kistingu og þú verður á leiðin í háríkræslu í Tyrklandi. Myndur þú gera það? Oh my god, þetta er góð spurning. Já. Sko, það var aldrei einu svona komið upp svo hugsun og ég er ekki að ljúga að ég hafi hugsað vá hvað var næst að eiga mikið pening til þess að geta farið í háríkræslu. Hún hefur aldrei komið þess aðri? Nei, okay. Ég man, sko, ég skal bara fara í sannleikan. Þegar ég var nýbyrjar með þessa hárið, þegar ég fekk fyrst hreiður, og það gerist 2014, og ég man svo vel eftir, þetta var með þess að 2013, þá var ég að vinna í útvarpinu við að taka upp Kastalan, sem var, þú veist, hérna gamleik, veist, bara... Já, í útvarpsplass eða ekki? Útvarpskastalinn, á Kiss FM. Fyrirburi podcastalans, já. Þá var tekin ljósmynd af mér inn í þessu stúdíói og hún var tekin ofanfrá af mér í tölvu og þá sá ég fyrst bara sjokk ég hugsaði app kallinn bara að verða sköllóttur og þá var ég alltaf það var önnur hárgreiðslustofa sem ég fór alltaf á sem ég held að sé ennþá til sem heitir Sjoppan og ég var alltaf þar og þá var voru menn að setja eitthvað svona krydd í hárið á sér Nenni þú að segja núna fólki hvað það er, því ég veit að þú veist hvað þetta er. Það var til sérstök vara bara í nokkrum litum fyrir kallmenn til þess að fylla upp í það sem að hárið var að fara að þynnast og þá bara lúkkar þetta eins og rótin sé þéttari og það er alveg ennþá verið að gera þetta í dag en ég held að þessi púður samt kryddstökkar sé ekki lengur í sölu Nei, en ég hef heyrt þú veist, hair paint Já, og líka bara þetta er eitthvað dræsjampo, eitthvað með lit, þá bara svona spreyjar og þá bara lukkar þetta þéttara bara. Ég prófaði þetta, þú veist, bara á hárgreiðslustofunni, ég reyndi að keypti ekki svona, því þetta kostar 8.000 8 peningana. Ef ég hefði verið með sömu laun og í dag, hefði maður nú kannski splæst í eitt staut. Já. Segir maður staut? Stauk. Eða stautur líka. Krydd. Stautur Já, en ég manni það er ekki staup það er staup Nei, já og ég fekk svona í hárið og mér varst ógeðslega næs en síðan bara fljótlega eftir það þá var ég bara, ég ætla bara að óna þetta maður ég liti hárið á mér ljóst og tók eitthvað tímabil þannig og það var svona mest íkoniska lúkið mitt þannig að menn ég var að gera vaka velta og eitthvað var alltaf ljósarur en síðan er ég bara blessunlega sætur snóðar Já, og það þarf samt bara að óna þetta en þú veist, meiri segja veistu hvað, maður þarf bara að óna og veistu hvað, maður á bara að vera confident og finna við þetta það er sem í engin að spá í svona útlitslautum eins og, hér eru nokkur ég var meira sem nefndu daginn í Kastalanum eða með smá bumbu eða bólu eða hrukku eða sköllóttur og eitthvað þetta er allt svona hlutir sem þú heldur allir síðan pæli alveg massíft niður í dítila það er öllum alveg drullsama það er öllum drullsama nema þér og þú ert tilgangslaust að fokkin berja það niður og þetta getur eyðilagt dagana fyrir svo mörgum svo lengi og hvað ætlar að fara að krydda þér hárið bara eitthvað að ælifu, skilur ef þetta svo rignir, það er mitt svona bara fokk, hvað gerist þetta ef það fyrir að rigna það er að leka, litur en þannig að spurningunum var samt eiginlega ekki svarað Nei. Hvað spurðir þú? Háríkreiðslum með háríkreiðslum Já, ok, ég elska hvað ég næði alltaf að fara með eitthvað Segðu hárið á henni til dæmis núna þú fengir byrjum svona Möllett Ég var með möllett mjög lengi Herri, svarið er nei Ég myndi ekki gera að því að ég veit fyrsta lagi væri það bara mjög fárlegt þetta er svo afi sem er nýraður hérna afi gamli, sjátt á hann hann átti ammalega ekki
Ég var náttúrulega ammali í síðustu viku nýraður, Árni Valur Viggorsson. Það einn fyndnasti afi sem ég hef hitt. Hann ógeðslega fokkin fyndinn og það sko 0% líkur á að hann muni nokkuð tíma að heyra þetta. Nei. Fyrsta lagi því að bara ég myndi reyna að útskýra fyrir hann hvað podcastið er. Ha, páspa! Páspa hvað? Ha? Ert þú í útafrinu? Þetta að segja. Nei, hann svona furðu. Hann nýraður, þú hitt hann, allir vinnir mínir hitt hann. Hann er afið þinn líka. Já, alveg. Hann legend, maður. Þú veitir hann góður. En já. Þú, hvert alltaf með það? Afi og hár. Já, eins afa, en og hár. Hann man ekki hvað hann ætlaði að segja. Við vorum að tala að þú fengið mitt hár, þú ætlaðir ekki að gera það og eins og afi. Akkur fór ég að tala afa? Ef eitthvað í sambandi við hárgreiðslunni held ég. Ef afi myndi fá púlla þetta. Já. Herru, afi sem byrjaði allt í að koma hárkollu. Já, en ekki núna. Hann gerði það fyrir Nei, hann gerði það fyrir mörgum árum. Gerði þetta svo stór og mikla. Alveg í síðasta hálfleik bara, já, nú er þetta tíminn til að vera með hárkollu. Spáði til labba á morgunin til afa þessu. Á með hárkollu. Ná, hann væri að feika. Hann væri bara, nei, þetta er hárið mitt. En af hverju, nú er spurning til hárgreiðslukonunnar. Af hverju mega menn vera með sixpensara, derúu, beanie, hatta, fedora, whatever, eitthvað, skiptum alls konar stíla, en menn mega ekki vera með hárkollur og skiptum stíla hannig. Já. Af hverju mætti ég ekki vera með, og þetta er örugglega eitthvað svona, sálfræðilega spurning, sko, eða svona félagslega sálfræði eitthvað, að já, af hverju menn ekki skiptum stíla með því að vera með hárkollur? Já, þetta er góð spurning. Má ég spyrja einu fyrst, gera konur það mikið? Sko, meir en kallar? Ef þú þingja á þeim, að bara svona sumum finnst gaman og þær kannski eru með stutt hár eða viðkvæmt hár eða eitthvað og get ekki verið að lita það eins og astnar eins og ég og þú veist að því að það brennur bara af mér reglulega þú veist og ég bara læt klippa og það er bara nýtt en sumir vilja bara fá sítt rautt hár og þá kaupa þessi kollu bara til að prófa það en það eru samt kannski ekki mikið með þær af því að þetta er óþægilegt þetta klæjar, þetta stingur og ég held að það væri nákvæmlega sama hjá köllum sko þetta er náttúrulega pínu, svo fer hún að hreyfast og fer að vorta á ská eða snýru öfugt eða eitthvað ég held Er það ekki bara á sumum ástæðu og kalla hann nota yfir höfuð miklu minna make-up? Jú. Nei, og ég segi eitthvað svari ég held að svari sé af því að leiðurst komin úr að rokka þessar hárkollur sko af einhver svona óryggi Já Ég held að það er líki mönnum sko það sem ég reyna að segja samt er þú veist að við erum búin að ákveða einhverja hluti sem að mega ekki útlitslega séð og núna hljómar það sköllóttu gaurinn en að reyna að fá hann sérst að reyna að fara að fá sér hárkollu ég er eins og ég sé að reyna svona eitthvað að prýtsa fyrir hárkollunni sko þannig ég geti íta inn í trendu þannig ég geti fengið þetta í gæglóksins En er þetta ekki fokkin dýrt? Jú, ef þetta er gert úr alveg hárum og svona, þá er þetta mjög vandað. Almennilegar hárkollur eru rugldýrar. Já, bara mjög. Og það þarf að hugsa vel um það og allt svona. En hérna, hvað ætla ég að segja, ef þú myndir alltaf inn að mæta með hárkollu og einhver myndir segja bara, af hverju þetta með hárkollu? Og þú myndir segja, mér langar það bara. Þá myndi ég bara, ok, gera svo vel. Ég er eitthvað dýrka. Það sé ekki eitthvað bara að hengja sig á því að sem hárkollu, sko. En ég ætla samt að viðurkenna að það væri samt alveg ef Gauti kæmi mig gett sítt hár það væri bara hvað Nei, sérstaklega því fyrst þess að þú myndir gera þú myndir bara hlæja, skilur við? Já Ok, og ég segja hvað væri fyndnasta lúk sem ég geti púlað Hvað? Man bun Já Kollu Nei, ég væri búin að fá ég myndi fá mér sítt hárkollu og láta einhvern gera man bun í hana Þú veist alveg og með svona eitt svona lokk svona alltaf En sko, já, þó að þú væri búin að segja að þetta bara hárkolla og mér finnst þetta bara næs og ég bara, ok En samt á þriðja degi þegar ég myndi vera að horfa það á pæli ég myndi heldur aftur hlæja Já, ég veit bara
bara hvað meinar skilur, akkur já, það ógeðslega fyndið, en mér stundum sko, mér svo kalt svo kalt, mér langar mjög oft bara að fara út á haustnum og en geta ekki, og stundum ég bara farið í sund og bara þurfti að fara upp úr sko. Já bara kemur slitta og það bara ofbeldi þú voru að berja á það skallunum já, ég kannski bara í barnapottunum með Oliver kemur slitta og mér líður bara eins og ég sé að lendi ofbeldi já, honum líður ekkert verð því að hann ekki sköllum hann með mikið börn finna ekki fyrir kulda hvað meinar? Alveg svo fiskar finna ekki fyrir sásöka segir Oliver finna vist fyrir kulda ég var að fræða hann það ég trúi þess ekki ég sko að reyna að berja Oliver fiskar finna ekki fyrir hann sagði, við vorum eitthvað sýsti mín spurði það, hún er svo mikið krúkt hún var eitthvað, en meiða fiskar sig ekki þegar maður er að berja þeim í steina nei, þegar þeir fá öngulinn í kinnina og ég eitthvað, jú, auðvitað og þá sagði Oliver er ekki með miðtökjöru ég veistu það ég er svona 90% en hvað þau eru með taugakerfi sem er svona funksjónal taugakerfi en þau eru ekki með svona taugakerfi sem tekur við sársauka, svona skirfara taugakerfi eins og við og flest öll spendýr það er það sem ég læti eitt svona en það getur vel verið ég er að googla þetta, finna svo byrju, já, Vísindavefurinn finna fiskar til, ok, og ég lesi það þetta svið taugafræðarinnar er eftir því sem næst verður komist mjög illa þekkt og skortir talsverða vitnesku þetta fyrirbæri. Hér verður samt gerð tilraun til að svara spurningunum eftir fremsta megni. Akkur stendur ekki bara fucking já eða nei, maður. Á ég lesi það? Ég verði því ekki fyrst ég byrjaði. Jú, eiginlega. Við getum á engan hátt sett okkur í spór svo fjarskildra lífvera sem fiska hvað varðar tilfinninga eins og sársauka. Þó hafa rannsóknir sem fela í sig samanburð og taugakerfi fiska og spendýra sýnt að svæði mannsheilans sem vinnur og sársauka á sér ekki hliðstæði í fiskum. Nei, já. Það er rétt, já. Ég man, þú veist, bara eftir að ég heyrði þetta ekkert og síðan, þú veist, meikar að sens. Okkur meikar að sens. Ok, ég hef ekkert verið eitthvað að útskýra hvernig það meikar að prófa fiska en ég menna, þú veist, þegar maður ber fisk, þeir bregðast ekki beint við högginu. En hver er þetta búast við? Þeir séu bara alls ekki þú veist, bara í lífverum þá á til, þú veist, þegar sársauki kemur á ákveði svæði, þá á lífverin á til að forðast svæði, koma sér frá því svæði sem sársaukin kemur frá, þannig að segja eins og svo að ég, þú veist, kýlið í magan, þá forðar maganum frá hnefanum mínum af því að þaðan stafar sársaukin. Fiskar gera það ekki, þú veist, fiskar reyna ekki. Ok, Oliver, það sem þú ert að segja er að ef maður kýlir manneski í magan, þá hörfu hún, en sé maður að kýla fisk í magan á þurru landi, það sem hann kemst ekki neitt. Þá bara gefur hann ekki neitt. Hvað, það er bara að liggja hana? Þú getur ekki sett upp samanbörð í að kýla fisk af því að á engan ekki, nei, það er ekki hægt. Þú getur ekki, og vá, ef þú pælir í þú gætir aldrei kýlt fisk á heimavelli. Nei. Það er, já. Það væri bara mjög óhárífaríkt kaldið, sko. Herðu, getur það svo. Mér hefur svo oft dreymt að ég kýli ekki að takt. Já, mér líka, það gerist alltaf. Og það er svo leiðilegt. Hefur þið ekki dreymt? Nei. Ég aldrei neitt svona, en að fallur flugvél. Nei. Mér aldrei þessi fallur flugvél. Hefur ykkur dreymt að þið getið ekki talað? Að þið verið bara sljó og bara það er umlegt. Það er svipað. Hvað, ert þú bara alltaf vakandi heiti í það? Bara á vökunni. Mér dreymir sem voru lítið. Það er bara að dæma. Hvað? Já, ég veit. Já, þið eruð á vökunni að úti, haldið bara á hvað, við dæma það ekki. Þú getur ekki að dæma, ég bara, ef fólk vil í spýtneslu, þá bara gera það. Það er samt sko. En hafið ykkur ekki dreymt að þið getið ekki labbað og þið reynið að tósa ykkur áfram með hlutum? Jú, og líka bara að reyna að drífa mig áfram. Já. Og svona þú ert að reyna að hlaupa ekki að þrætt en hleypur geðveikt hægt. Og ég vona að við dreymi ekki mikið aftur. Mig? Mig. Já.
Það svo óþægilegt að dreyma. Það mjög óþægilegt. Ég hef líka lent í að dreyma að ég sé að kýla ég kýla alveg, en það bara kemur ekkert það ekkert högg bak við það bara svona eins og ég sé að snertingu bara rétt. En mér dreymdi eitt skemmtilegasta draum daginn og þetta var svona tilfinning þar sem ég hélt í alvörun að væri gerast og ég var svo ánæður að ég var að ná að takast á flug. Ég gæti bara flogið allt. Nice. Og ég var í eftirparti, ég var að taka sýru og Já, þetta var svona í veruleikanum. Nei, þetta var draumur. Þið alltaf með sömu draumana samt þannig. Við, ég og hann? Já. Já, það út af við tökum alltaf magnesium á kvöldin. Nei, þið taka alltaf sýru saman á kvöldin. Nei, en þarna já, og magnesium, sko, fólk búið að vera miskila. Við erum alltaf búin að vera að segja, fólk heldur að við séum að segja magnesium, en við erum að segja magn af sýru sem fólk á að taka fyrir svefnum. En þarna já, sá draumur að hvað var gaman? Já, það var þegar ég var að fljúa en svo að vonda einmitt að þú getur kýlir geðið hægt eða þarna ertu að hlaupa geðið hratt en nærði ekki að hlaupa. Já, ég hef mitt lendi bara í seinustu viku að mér dreymdi að ég var eitthvað, þú veist, í Hollandi eða eitthvað og ég datt inn þak á verslunum í stöðu. Það var eitthvað fyrir það að ég var að hlaupa. Þú slakar á þegar þú séur það. Já. Þetta eru æfingar þarna 16 viku. Já. En síðan detti niður þakið og ég lendi inn í einhverju verslun sem var svona svipuð rúmfattalæðinu með IKEA eða eitthvað. Jysk. Og lenda á einhverju hillu og síðan eitthvað að standa upp og það einhver starfsmæður sem bara starir á mig og bara, hvað fokk er það að gera? Og ég var eitthvað að reyna að útskýra af hverju ég var að detta inn þakið en ég gata ekki, ég var bara og hún var bara eitthvað að byrja að taka til og ég var eitthvað að get shamefully að taka til. Núna er fólk að hlusta og þetta skiptist í fylkingar. Fólk annarkvort hatar að heyra drauma. Já. Herðu, ég er þannig mitt á milli. Sko, þetta kom bara held ég í félagsmiðstöðunum daginn hjá Árna og Huginn. Það sem Árni var að drulla yfir fólk sem var að segja þeim draumana sína. Já, það getur verið búin. Árni það drullar yfir rosalega marga. Já. Það er svolítið ekki eitthvað endalust gaman að heyra, já, þetta spjall. Það fer eftir í fyrsta lagi, það var líka til 2 típur af manneskjum. Það er til ömulegir sögumenn og geggjaða sögumenn. Já. True. Og þú veist, ef þetta er bara eitthvað fólk sem byrjar að hlæja á hana fyrir fólk sem að segja, ég var dreymur í daginn bara eitthvað, þú veist maður bara eitthvað hvað flóna segir þessu þú veist nei, flóna hljómar ekki svona. Nei. En hann segi, ég var að dreyma bara var eitthvað að kera bílinn daginn bara, þú veist, og bílinn bara eitthvað bara fugl maður. En ykkur hefur dreymt þetta bara oft? Já. Ykkur hefur dreymt saman hlutin oft? Já, ok. Mér hefur dreymt oft að ég fái fullnægingu á þess að gera nokkuð skapaðan hlut. Færðu fullnægingu? Já, í svefni. Ég er ekki einu svona ljúa. Í svefni, býta þess. Ég fæ í svefni. Farið þá fullnæginguna í alveg? Já, mér líður þannig, sko. Svo vakna ég stundu við það bara að ég er að fá eina. Í alvörinni? Og ég er ekki að gera neitt. Það er mjög, þetta er algjört vinn-vinn, sko. Það er ekkert að leggja á sig. Svo bara, þetta er gert oft. Þannig ég veit ekki hvað ég er þá að hugsa um. Ég minnst það, ég veit ekki, það er djúðilegt og ógeðslega horny. Já, það er bara eitthvað, ef þú sopnar og er bara Af hverju lékstu hana sem hún sopnar og bara Ég hef satt á þetta spjall við einhverjar stelpur, það eru fleiri sem hafa upplifað þetta að fá fullnægingu í svefni og þurfa ekki að gera neitt bara, og mér líður stundum En heldur þetta sé ekki mögulega þá minningin af fullnægingu? Mér líður í draumnum eins og ég sé sko innan fólk jafnvel, og get ekki og þurfa hægt að tala af því hún kemur
En byrju, það draumurinn sérst ekki... Ég ætti bara, já, góðan daginn, hérna... Nei, byrju, ég ætla að setja upp í sceneri og við ætla að blanda þessu saman með draumurinn hans Ólíver. Þú ert nýbúin að falla inn gluggan á IKEA, á Hillu og þú ert, já, Jusk, og þú ert að útskýra... Nei, sko, málið Bara, hvað ertu að gera hérna? Hvað ertu að gera hérna? Og síðan vaknar í alveg og ert eitthvað, já. Og segir, win-win. Bara win-win. Já, þetta er basically svona. En nei, ég er bara í alveg að reyna að segja eitthvað og svo bara þarf ég svona en annars Og ertu þá bara Já, þá bara kemur fullnæging. Ég hef aldrei lent í þessu. Það er ekki lent í þessu. Nei, ég hef aldrei... Ég ætla að fá komment, stelpur sendi mér að þið hafi... Já, ég er að segja bara... Að þið hafi upplifað þetta. Hvað heldur, ég væri ekki til í að lenda í þessu. Ég væri að vakna bara... Jófana bara, hvað er að? Og ég bara... Trúir ekki hvað var að gerast í Jusk. Það er með einhverjum gaur og þú sofnar og hann er eitthvað ennþá vakandi í símanum og heyrist allt í Hjálp nú, ég hættum að ég hjálp mig svona bara. Hún sofnar, fær fullnæging og hann er ennþá í símanum. Hún er sofnuð og hann er bara ennþá eitthvað að fletta símanum, er ekki ennþá að sofna. Svo lítur hann til hliðar og þá er hún... Þetta hefur ekki gert það oft og ég held að það hafa aldrei neitt verið hjá mér. Ég bý ein, En svo, þetta ekki bara sem tala allt þegar þú varst bara í kynfræðslegust yngri, bara, svo getið þið fengið blauta drauma, kom það einhvern tíma fyrir? Sko, ég held nefnilega að maður... Þið vaknið alveg verið að fá það? Eða að fá úr honum eða eitthvað? Nei, það er nefnilega málið. Ok, sko... Þú ert náttúrulega bara eitthvað kynlífsvélmenni. Nú þurfa öll að pípa okkur niður. Ok, það sem ég ætla að segja er... Kennari. Þurfa að vera að tala blauta drauma og ég held að misskilningurinn, stóri misskilningurinn sem maður tók með sér inn í lífið sem barn, eða sem úlingur sem heyrði blauta drauma, það var ekki verið að tala bókstaflega drauma sem enda með að þú brundist. Það er ekki bara verið að tala bara blautu draumur er bara, þú veist, bara erotískur draumur sem þið dreymir. Nei. Ertu að googla þetta? Það hlýtur að vera bókstaflega merking. Já, umálsdraumar, hvað eru blautu draumar? Alla dreymir og 9 af hverjum 10 karlmönnum, býtu hérna, og álíka margar konur sem spurður svarað þá lunda að þau kannastu að dreymt erotíska drauma, þeir geta verið ævintýrlegur og slítróttir, þeir geta líka verið raunverulegir svo að minningin atburðar og svo persónur eru skýr. Herra, já, þetta er kannski rétt hjá þér. Já, hvað, auðvitað endar Nei, hvernig umálsdrauma dreymir pilta, algengt er að stálpaðir piltar fái sitt fyrsta sálót í draumi. Þetta kallast blauti draumi. Algengt er... Já, það er algengt. Algengt, það er mjög algengt. Algengt er. Það bil helmingur 15 ára pilta hefur fengið ósjálfrátt sálót að nóttu til. Þetta getur gerst fram í háalli. Ætli ég sé það bara kallmaður í grunninn? Já, ég held það. Nei, hérna kemur. Þetta er að skrifa sko 1904 þegar talað stálpa drengi í bröggum eitthvað. Herri, hérna, stúlkur fá eðlisum samkvæmt ekki blauta drauma, einhvað síðu dreymi þar erotíska drauma, þeim getur fyllt fullnæging sem getur verið fylgifisku sjálfsfróunar. Stúlkan getur líka vaknað kynferðislega örvuð á draumi og lokið sér af sjálf. Konur sem fá fullnæging í svefni geta oft von á slíku 3-4 sinum á ári. Já, bara pottið. Stúlkur er... Stálpaði piltar er brundaði svefni í bragg að koma en stúlkur geta eigi nýja hugsað. Já, það er típist. Já, klára þetta sjálf, skan. Þetta er típist. Þið fáið bara hvað er verið að setja ábyrðin á píurnar. Sjá hvað er verið að setja bara ábyrðin á píurnar bara strax bara í kynfræðslunni. Já. Stefán minn, þið þurfa að klára þetta sjálfur. Herðu, hvernig líður tímanum? Tíminn er alveg 1.28. Er 1.28? Já. Herru, ég og Ólafur þurfum að fara í bústað. Já. Þannig að ég er mjög ánægður með að... Kiki í pottin. Kiki í pottin. Karin var 3 á pottin. Þannig að við getum kikið í pottin. Herru, ég og enga makrós eftir í dag. Ég er sturlast. Það er þannig. Þú átt ekki neitt eftir. Ég var að klára þér í þessum bleikabrúsa. Þú getur drukkið Pepsi Max, máttu það? Já, það ekki. Það er enga kaloríur þar. Enga kaloríur. En er fita? Nei, ekkert, engar kaloríur. Það er bara engin næringarefni. Það er engin næringarefni.
Líka 7up Zero. Þetta bara sætuefni og það? Já. Má ég drekka Pepsi Max? Já. Ég búin að geta að drukja Pepsi Max allan tíman. Já, en það ekkert mælt með því, skilu, því Pepsi Max í grunninn ekkert geðut holdt fyrir líkamann, en það samt það ekki beint fitandi. Það átt að segja mér Pepsi Max í sjálfu sér þú veist, sko... Ef við ætlum að fara djúpt í... Ef maður fer út í svona hluti eins og, þú veist, krabbameinsvaldandi og þannig, þá það ekki holdt. Ég ekkert að spá, ég að spá í bumbunni, sko. Einmitt, en þú veist... En ég vil fá krabbamein, en... Já, ég meina svona... Aspartam bara. En svona næringar, þú veist, svona næringarefnarlega séð, þá ekkert óholdt við Pepsi Max. Það raunverulega bara eins og að drekka vatn. Þegar talað prótein, fitu og... Ég að fara að debunka þetta hjá okkur. Það 0,2 af kolvetnum og 0,2 af próteini í Pepsi Max. 0,2? Já. Það með sko 200 mikrogram eða eitthvað. Já, þetta ég held að það sé ekki að áhrif á makk. Það stendur bara hérna, ég með dós, það bara 0 allt. Hvað mikið í dósinni? 330. 330 millilitrar? Já. Ok, 330 og ef ég seti þetta inn herðu, það var ég ennþá 0. Já, akkurat. Það ekkert í þessu, sko. Þú ert að drekka 2 lítra eitthvað til þess að komi eitthvað snefilmagn. Ok, ég mjög ánægð með þetta. Ég á ennþá eftir að tala almennilega hérna ég náttúrulega nýbyrjaður á þessum makrostæmi, sko. Ég sá mynd af Aroni Khan, það sem hann lítur út eins og grísku guð. Það líka Aron Khan. Já, tyrkneska guð. En Frikidór, hann líka hættur að vera feitur. Já, ég veit það. Og orðin slim. Ég ætla bara að setja sjátátt á Ingo Tóra samt, sko. Það ég sem að fara að setja sjátátt á Inga. Þú veist að hann með þátt hér. Já, en það ég. Það var ég sem var að setja sjátátt á hann. Til hamingju. Og þú tókst fram í fyrir mér. Og þú tókst fram úr. Það haldt áfram með sjátáttið þitt, sant? Sjátátt á Inga. Þú ætlar ekki að segja neitt meira. Jó, ég mjög ánægð með það. Ég svo ánægð að vera komin á okkur svona mataprógram þar sem ég bara eitthvað að borða grjónagraut, skilur, ég að borða grjónagraut og ég má drekka Pepsi Max á mótnana. Þetta ekki mælt með því. Mér líður bara, síðustu dag, ég er búin að gera það núna í 4 daga, mér líður ekki eins og það sé verið að beita með ofbeldi. Það málið. Borða bara þurra kjúklingabringu og grjón. Skilur Vá, verið mjóra því auðvitað er fokkin mjóra því ég bara eitthvað þurrar kjúklingabringur og drekka vatn. Það bara ógeðslega leiðilegt. Það ógeðslega ímyndaði bara eitthvað brokkoli í einhver plastílóti og þeir kallaða prep. Já, einmitt. En málið með þess að þegar talað þú veist fitu aukningu og Pepsi Max og svipaða drykki þá raunverulega svona misconceptioni þar oft það sem Pepsi Max og svoleiðis drykkir gera að það ítir undir svengt. Já. Það það sem gerir. Þú veist gerfi orka. Já, af því að það hleypir, þú veist, insulín þú drekkur sætuöfnina, af því að líka mann heldur að sé að fá sykur. Þannig að það, þú veist, gefur út. Ég veit að þú náttúrulega í næringafræði, en fyrir mér, hvort sem það sé, eiginlega bara meira þess að prótein, bara prótein og kolvetni og allt það dæmi, maður veit svona sirka hvað þetta maður veit samt ekkert hvað þetta Með mig. Nei. Ég veit bara hvað sirka. Já, þið eru búin að vera svo mikið í íþróttum. Já. Ekki við. Nei, fuck það, shit. Við hefum rekkið mikið sígarettum og... Ándjóks, ég hef reykt 1000 sígarettum á æfinni. Já, Veistu hvað ég grætaði? Ekki neitt. Nei, þú tapaði mjög mikið á því. Nei, ég endar held sko að ég væri ekki á þeim stað sem ég á í dag og ég hef aldrei reykt sígarettur. Af hverju ekki? Hvað meinar? Af því ég hef aldrei kynst þessu fólki. Veistu hvað hittir, og nú er ég ekki að mikið sígarettu fólki. Nei, veistu hvað hittir mikið af edgy og cool liði back in the day þegar maður var að reykja. Veistu hvað ég hef kynst mörgum bara æðislu manneskjum í gegnum... Bara út að reykja? Út í smók? Bara í gegnum Camel, filterslausar. Reykið þú ennþá? Ég? Já. Nei. Það er langt síðan ég hætti að reykja. Ég hætti 21 ás. Ég er knast. Já. En reyktur á djamminu? Nei, mér fannst þetta svo vont að bræðið. Að reykja? Já. Vond líkt og ég var alltaf ein eftir að því að fóru allir út að reykja. Já. Ég hef aldrei verið í þessu. Ég treyst ekki manneskjum sem hafa aldrei reykt. Treystir ekki Jón Jónssoni. Já, þú veistu bara treyst af öllum. Ég hef alveg reykt. Og ekki ykkur heldur. Ég hef alveg reykt en ekki ég hef ekki stundað það.
Ég að djóka. Stundarðu reykingar? Síkó. Það er ömurleg pæling. Þegar ég að gera þarna ógeðslega hættulega hlutin, þá fæ ég mig líka eina krabba með stund. Þetta er mjög fyndið dæmi. Nei, ég veit ekki. Ég, sko, í dag, ég hugsa ég reykti pakkadag. Að hugsa það í dag, ég reykti í bílnum mínum, ég reykti inn í herbygginu mínu, ekki heima mömmu sko, hún hefði fucking drepið mig. Ég þekkti ekki þann gauta. Sem reykti? Nei, já. Jó, ég reykti nú alveg þegar ég var að djamma hérna og verið ofta að reykja. Já, en ekki sem bara reykti í bílnum sínum og inni á sér. Nei, ég myndi halda að ég myndi reykja, getur þú síðan fyrir þig bara að ég myndi reykja í fucking bílnum mínum í dag? Nei, málið það, út af sko, þú ert svo clean með allt svona, þú veist, þú vilt hafa mjög hreint í kringu og allt svona, vilt hafa skipulagt. Já. Og ég get bara, ég næði ekki að þú hefur reykt inn í bílnum þínu. Já, og notaðu öskubakkan. Maður. Í bílnum? Já, bara sem að er í öllum bílum sem er óskiljanlega pæling, sko. En ég held að sé ekki, er það nokkuð lengur? Nei, ekki nýjum bílum, ég held að Teslur sé ekki með... Það var ógeðslega fyndið, það er svona liftpoka, svona drastl. Já, frekar. Geima þá. Og setur það inn í svona, það er svona lítið svona hólf og setur það inn í og þá notar bíllinn það sem auka eldsneyti. Herri, ég var ekki tekið út bara á svipuðum tíma og sígarettu kveikjarar í bílum. Ég var lítur að þetta var alltaf hlið. Þetta var bara staðalbúna. Djöfull og vont að brenna sig á þeim. Ói, herri, ég var að hugsa þetta. Er einhver hlutur sem er verra að brenna sig á heldur en sígarettu kveikjarar? Nei, það er sko, ég held að röðin á heitum hlutum sé svona. Ok, tjekka þetta. Valaða gungi. Já, ég var alveg að segja það. Ég var að segja, það er eitthvað í gangi. Við erum alltaf að segja þessu hlutina. Ég var að fara að segja það. Það er hotjóka í vaðalega. Og síðan er að fá hita. Já. Það er meiri hiti en vaðalega gungin. Já. Fá 40 steg hita. Síðan er kerti. Hvað meinar það, kerti? Bara kerti. Já. Eldur og kerti. Ok. Síðan er húsbrunni, eldfjall og sígarettukveikjari er efst. Já, efst. Þetta er eldfæðukeðjan. Já. Þú gleymir slettujóðni samt og krullujóðni. Slettujóðni, ég hef brent með slettujóðni og það er fokkt up shit, sko. Opn sem er í heitasta. Það er bara, þú er ekki, ég er alltaf að því að sko opn Ertu að tala opn sem að þú setur sokkan á eða opn svo eldar steikin í? Nei, opn sem þú setur sokkan á, sko. Rafmagns eða með vatni? Ég veit ekki, ég held að það sé með vatni inn í mér, sko. Já, það er með vatni heima. Það er hitaveita í Kópavogi, sko. Já, það er alltaf að því að opnin inn í mér er bara, það er annarkvort bara ískaldur eða eins heitur og mögulega hægt er. Ég mitt. Tengi. Ég brenni mig alltaf að því að rúmið mitt... Fokk, ég tökum bara annað þátt. Ég meit. Þetta er vitlaus klukka samt, þú veist það. Já. Ég er með saman, sko. Jófana var reyndar að senda mér SMS og hún sagði, ég er farin að sofa Ég ætla aldrei að tala við aftur. Ég er farin að sofa við hötuði og börnin. Þú ert alltaf blindfullin. Ekki koma heim. En það er einn hiti sem að ég mundi eftir. Það er brennið á heitu vatn á tungunni. Veistu hvað það er? Eða súpu. Kakó. Já, kakó. Herri, þú ert að elda. Smakka sósuna á þess að blása. Herðu, veistu hvað það er vond? Já, eða brenna sig að heitum ost á pítsu og svo songur. Skinkunni, þegar skinkan dettur svona á huguna. Já, ándjóðs. Ég hef hitt fólk sem er bara með fötlun. Já, ándjóðs. Bara afmynda í andlituna því það bara eftir skinkubruna. Ég er að segja það. Hvað segir þú? Hvað er það ég kallar mig? Skinkubrunni. Hefur ekki, já, þetta er þetta er hræðir, sko. Ég er að hugsa bara fleiri heitir hluti, veist hvað líka, það er ógeðslega fyndið, þú ert, sko, öll systkini mín 3 eru með brunasár á sama stað er það ekki? Hvar? Varstu ekki með brunasár á handabakinu? Nei, ég var skorinn.
Þannig að það er að ljúga. Það er svona uppbyggis aðferð hjá mömmu ykkar. Ég var skoðin. Allir brennimertin. Nei, en systur minna tvær eru með brunasár á handabakkinu. Akkurri. Eftir opn, þú veist, að rekast ofan, þú veist, að elda eitthvað og rekast í þarna glóandi dæmið. Já. Sko, ég ætla... Húsmæðrabruni. Hvað er það? Ég heiti þetta húsmæðrabruni. Ég held að vera að segja okkur frá okkur nýju. Ég var alveg, hvað er það? Það er eitthvað mjög heitt. En þannig að ég fór að hugsa, ég ætla bara að taka ykkur á þessu eitt hlutur sem þú elskar og eitt hlutur sem þú hatar, sem ætti að vera svipaður hlutur. Ég ætla að nefna það sem að ég basically elska og ég fann það í morgun var að ég var að vakna og bara hella upp á kaffi og það var sól úti og horfa út úr gluggan og drekka heitan kaffibólla og bara svona vakna í leiðinni. Já. En það sem ég hata á móti því er að þegar kaffi dufti sjálft sullast út allan vaska og á allt svona borði og svona. Það er það sem ég hata á móti þessu. Í sama mómentinu. Já, en þú en málið þetta er ekki eitthvað svona, það helst ekki alltaf í hendur. Þetta er bara þú að vakna og líka þú að vera suppa. Já. Skilur Já, en er það þá kannski bara alltaf þegar ég fæ mig kaffi og sulla ég alltaf þessu. Sullar alltaf, er það kaffikorgin? Já. Ég er alltaf einhvern veginn á borðinu eitthvað og ég er alltaf að þrífa þetta upp. Ég er með trikk fyrir þið. Hvað? Ég er með svona Instagram kaffivél. Já, það. Svona sem gælur stakka Instagram myndir af. Veistu hvað er það um? Já, ég held að. Eitthvað svona, hvað heitir þetta aftur? Dolce Gusto. Nei, þetta heitir Nespresso. Sjöstrand. Já, ég var að fara að segja. Þetta heitir Sjöstrand. Er hún svona króm, þú veist? Já. Spurðu mig hvernig hún er. Er hún krómi? Nei, hún er, spurðu hvernig hún er bara... Hvernig er hún? Hún er alltaf læg bara. Já, ég veit. Hún er ekkert eitthvað... Nei. Þetta var alls ekkert samstarf, sko. Nei. En ég myndi, þú veist, já. En sko, dálítið... Hún er alltaf læg. Og akkur kostar bollanir í þetta bara, ég kaupa eitthvað lítinn kassa á 10.000. Það er sem, sko... Akkur er ég að borga 70.000. Þú verður ekki svona pirraðar eins og Dóri þegar hann fær sér kaffi Já, það er eitthvað rárið. Ég borga 70.000 fyrir það. Já, klárt. Vaknar ekki að tress. Ég skal koma með eitt. Að vera í heitum potti er geðveikt næs. Ég lá í heitum potti á hann í 2 tíma. Já. Það sem er algjörlega óþolandi á móti er að vera ógeðslega heitt og klæða sig eftir hann. Já. Og dálítið sveittur. Ég var svona þvalur. Ég fór bara á brókinu fram hjá vinkonum minni. Sammála. Já. Varstu sjömbústað? Nei, heimós. En byrju, var ekki heitapottur? Jú. En það er marmari. Það er marmari. Hún er rík. Já. Já. Ég skal segja eitt. Ok. Að fara að sofa en þurfa að pissa. Pyrrandi. Og vera svona, þú veist, orðin það þægilegur. Tennurnar eru mættar. Hæ? Já. Tennurnar eru mættar. Þú veist, orðin það þægileg að það, þú veist, er ekki worth it að standa upp en þú þarft svo mikið að pissa og verður að standa upp. Annars pissar það bara undir. Myndi maður, ég hef oft hugsað þetta, ef maður myndi ekki bara fara að pissa, er ég að fara mjög á mig? Nei, það er, þú veist... Er þetta bara fyrir að vera hræðilega martraðanótt? Það sem myndir einmitt bara eitthvað... Hún er ekki að sofna. Nei, þú veist, það er bara, þú ert bara, ég held að þú sér bara að sofa ekki þetta laust og halda í þér alla nóttina. Ég held að þú sofir ekkert vel ef þú þarft að pissa alla nóttina, sko, en þú nærið samt að sofa. En jú, það getur alveg verið að þú pissir á þig, held ég. Eða fá fullnægingu. Já. Kannski er ég að pissa. Getur verið. Herri, nú, ef þú lokus að... Nei, Óli var eftir að segja. Ég bara er alveg dómur, ég er búin að reyna að hugsa sem að Dóri var að segja, sko, en ég bara myndi þetta er ekki neitt í hug svona tengt, sko. Nei, ég... Jú, reyndar, elska keyra, ég hata kúplingu. Já, er það beinskiptu bíl, eða? Ekki lengur, en ég var á því, bara kúplingin... Viltu að við endum þóttinu eða viltu bara tala um það af hverju þú ert ekki lengur á bíl? Já, ég er ekki að gera það. Ég sem ég er á sem var, sko, með allir vita. Ég sem sagt, var svittur. Já. Við þurfum ekki að fara... Við þurfum ekki að fara fólk. Nei. Það er ekki svo marga sem hafa mist prófið, sko. Já, en að versta er, sko, að ég misti mótorhjólaprófið líka. Anskotin. Það er eiginlega, þú veist, mér það væri fáralegt að þú myndi missa prófið en halda mótorhjólaprófið.
Já, þú mætir, sérst, það væri líka með svona meira próf, vöruflutningapróf bara að vera að keyra bara á Mitsubishi Outlanderinu hinum og bara sviftur þar. Þeir væri bara, heyrðu það mátt samt keyra trökkið inn. Það var alltaf leðilegt að tekin hennar fyrir ölvunarakstur og við þurfum að taka í bílinn en þú fær áfram að vera á hættulegu hjóli. Ég treysti þig fyrir því. En munurinn sko, það bara hættulegt fyrir mig og kannski þú veist gangandi við skulum hafa á hreinu að það 100% hættulegt fyrir mig líka að þú sett á fucking hjóli, skilur Já. Hvað eins og móti, hvað er það að meina því það minni líkur á að hittir á mig Nei, ef ég keyri utan í því þá ég bara ég frá þig ef hjól kemur á mig á 100 km hraða þá ég þokkalega að fara í tvennt Já, nei, ekki þig sem manneski Veistu af hverju ég skil ekki mótorhjól? Og því ég skil ekki að fólk vilji taka áhættuna á að fara í 17 bita eða dettur. Já. Nei, ég veit það svo margir og ég ætla ekki að fara, ég veit að mjög sorglegt öll mótorhjólsliðs sem áttast að öll umferðsliðs. En ég að segja, þú veist, til dæmis að keyra þjóðveginum og þú ert kannski á 100 og dettur, það bara, þú veist, það hellað. Það brútal, sko. Það fucking hella dæmi. Ég hef líka, sko, Myndir þú kaupa þig mótorhjól? Nei. Þú ert mótorhjóluleg. Já, það árið þér. Það myndi toppa trukka lukki. Það fyrsti þáttur náttúrulega var það að ég væri lesbíuleg. Þú væri lesbíuleg? Já, hún fekk ofta að heyra það, sko. Já. Það væri mitt svona trukka lesbíuleg. Það útlitsfordómandi, sko. Fólk búið að áætla að ég sé lesbía og BDSM-dróla. Já. Sem hún Sko, en ég verði samt að segja þessi þarna myndin þar sem Dóri að kyrkja þig kynferðislega. Hann heldur fyrir munninn á mér. Já, það sem Dóri heldur þeir í svona kynlistallíku. Hún gefur það, ég veit ekki hvað svo mynd á að segja. Nei, það var út frá BDSM þættinum. Það var út frá fyrsta þættinum. Hann hefur verið handtökaralegur og ég hef verið eitthvað svona BDSM-leg. Það pointið. Ég sendi, sko, þegar ég sendi Dóra skilabóð, ég alveg, hvað sendi ég? Eitthvað svona, ég bara eitthvað, þú veist, þessi mynd gæti verið miskilin. Já. Eitt að Dóra, þessi mynd getur verið miskilin. Já. Það sem satt, skilur við. Já. En þú veist, leið og setur þetta samengi, það meikar meira sens. En það líka sem oft tala bara, þú veist, þannig verða mestu svona einhverja bull umræðanu til út af þeirra hlutin eru teknir úr samengi. Teknir úr? Já. Já, ég þú getur tekið þennan þátt sem dæmi. Já. Og saksaða niður og... En hvernig finnst þið þessi? Sko... Þannig ég, þetta bara outfit sem ég á, svona keðjur og ólar. Það svona kannski heldur fólk að ég sé í BDSM. Já, það gengur í þessu. Já. Úti á götu. Já. En þú veist, þá ertu BDSM-ari, what the fuck, skilur við? Nei, allavega klæðir þið. Mér finnst bara flott að vera í þessu kjól til dæmis. Ég aldrei í þessu svona. Þannig þú veist, í þessu svona og með Dóra í bandi eins og á myndin, þá það Já, það er aftur pointi sko með lúkinu. Já. Það snýrist þessi mynd að taka sko. Gjör svo vel. Þessi mynd verður næst. Tekið fyrir. Gæðan persónulega með þetta sko. Já. Ert þú BDSM-ari? Ekki fara. Þetta var alveg yndislegu þáttur. Podcastalegin / Svona átt að vera. Já, þannig með ekkert sens. Já. Þú veist, keðjur yfir kjól. En þú veist, þarna heldur fólk að ég... Eins og ég hef alltaf sagt, keðjur yfir kjól. Það er lúkið. Keðjur yfir kjól. Herðu, þetta var samblöndun og þáttur og shoutout á Arnar sem ekki með andlit, sem ekki með okkur hérna. Þetta var Bannað að dæma, X-podcastalinn X, Bannað að dæma. Já. Og ég mæli með að allir hlusta á þetta podcastala megin. Já, en ekki Bannað að dæma megin. En þú veist, hlusti bara bæði podcastin, skilur við? En hlusti sem þá þennan þátt hjá okkur. En hlusti síðan á alla þættina þeirra. Já, ég veit. Þannig kemur markaskauti. Takk, Gauti. Svona gefum maður. En þannig að með koma samstagsalun inn eða?
Já, ég er ekki með að sponsa mín þetta, en þá gerir þetta frýtt. Bara sjáta þetta á hanastor.is. Ertu búin að versla eitthvað þar? Nei, ég með langar eiginlega bara að gefa Olla eitthvað það. Það sko þetta eru svo flott barnaföt og ég eiginlega mér langar, ég með eina flík í huga sem að hann væri svo Podcastan endar hérna og sem heldur bara að dæma áfram núna. Nei, hvað meina þér? Ég ætla að kvarta á bara Nei, ég bara segja aðdándu podcastarans geta hægt núna þannig að við þurfum ekki að hlusta sponsona. Þetta fram, sorry. Þetta er mesti gauti í heimi. Hana.is Hana? Sæði það ekki? Og hanastor.is Hanastor sem er tjekki líka á Nestek. Það er dekkjavertinn að fara að stað. Það er komið nýr sponsor. Hver er það? Það er hérna Sebastian Hárvörður. Já, þær að mæta bara alveg. HJ Hárvörður á Instagram. Follow það. Djöli, það er ekki veit. Já, við tökum það fyrir seinna. Við förum betur yfir þetta í næstu þáttum. Gauti er eitthvað abbótið það. Nei, haldið áfram. Ég er ekki að djóka. Ég er ekki að djóka. Talið alla sponsa. Ég bara... Nei, við komum þessum aða núna bara og við þurfum ekki... Þetta var sammeilið þáttur, þannig að tökum þetta bara seinna fyrir. Já, við tókum líka ekki inn á uppkeyrslu. Nei, þetta var öðruvísi þáttur. Hvað er uppkeysla? Þú vilt vita. Þú hlustar á... Herðu, þú varst í Hróshotinu senast. Já, þú mistar því. Varst það hrósa mér? Já. Ég líka. Var það alveg mig bara? Á bara þig. Ok, gaman. Djúðlið til það maður. Já, djúðlið til það. Það tengist mér núna. Herðu, og ég segi ykkur eitt. Ég hefur búið til nýjan dagslið núna. Svo hann heitir? Hrósonið. Og ég ætla að hrósa ykkur fyrir að vera frábær og vera með mér í þessum þætti. Já, takk svo mjög. Takk fyrir að bjóða ykkur í þáttið. Ég er bara mjög ánæður. Já, takk þið fyrir að bjóða mér í þáttið ykkar. Ég er bara mjög ánæður með þetta. Þetta er búið að vera ágætt í stundina. Já, og takk Olli. Heru, takk fyrir mig. Já, takk fyrir Oliver líka. Þið eru öll þrjú. Nú farið í sumarhúsi sem að brakar í. Já. Til þetta. Í potinn. Heyrjumst bless.